Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og annar frákastinn og skorar 1-0 hér á 4.-5. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Góðan daginn, áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur á Akureyrarvöll. Það sem framfer leikur KA og Hauka í Inkasso-deild karla. Þetta er leikur í 13. umferð deildarinnar. En þegar þessi lið mættu síðast fóru Haukar með 4-1 sigur á Hólma Ásvöllum. Eitthvað sem við KA-menn viljum ekki að endurtaki sig hér í dag. Við ætlum að nýta tækifærið þar sem við fáum að heyri í ykkur heilum 9 mínútur fyrir leik. Að renna yfir byrjunarliði liðina og gera það þá bara ansi ítarlega. Í marki Hauka er Terrence William Dietrich. Aðri leikmenn eru Gunnar Gunnarsson nr. 6, Eldon Barros nr. 9, Arnar Aðalgeirsson nr. 11, Gunnar Jökull Jones nr. 12, Birgir Magnús Birgisson nr. 15, 17 Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, 18 Daniel Snorri Guðlaugsson, 21 Alexander Helgason, 22 Aron Jóhannsson og 27 Alexander Freyr Sindrason fyrirliði. Ég er náttúrulega í fljótfærni minni gleymd að kynna hér inn og bjóða velkomin til leiks minn meðlýsanda í kvöld, Hjalti Þór Hreinsson. Vertu velkomin til leiks og virkilega gaman að hafa það með okkur inn í kvöld. Takk að kærlega fyrir Sigurður, gaman að vera með ykkur. Byrjunarlið Hauka, finnst þér eitthvað sem kemur óvart eða eitthvað sem við ættum að óttast? Ég held ekki, þeir eru nú með tvo markaðastu mennina sinni inn á, Aron Jónsson og Eldon Barros, báðu konum með 4 mörk í sumar og Alexander Helgason svo með 3 mörk. Þetta er bara nokkuð sterkt lið. Haukaliðið auðvitað farið upp og niður svona í sumar, byrjuðu auðvitað hrikalega vel eins og þú komst inn á hann með sigrinum á móti okkur KA-mönnum í upphafi mótsins, seinni umferð mótsins náttúrulega hefjast núna. Já. Og ég held nú að það sé mikið undir á báðum liðum. KA-menn verða að halda dampi áfram. Við sjáum það að það er stutt í liðin fyrir neðan þó að liðið sé nokkuð góður í stöðu. Pressan er að aukast á KA-menn og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir KA að halinn fleiri stigum hér á heimavelli líka og það sé mjög mikilvægt að halda því áfram. Sama skapi Haukar örstutt í fallsæti, þeir eru í 10. sæti deildarinnar, 2 stig niður í huginn og gríðarlega mikilvægt fyrir þá að fara halinn stigum, þannig að þeir fara nú ekki að detta niður í fallsætið. Það er hárrétt hjá þér Hjalti Hreinsson. Haukar KA er með sinn eina tapleik í deildinni í sumar gegn Haukum. Við töpum auðvitað í bikarkeppninni fyrir Grindavík. Já. Og síðan hefur KA verið á beinubrautinni, gert aðeins 2 jafntefli hér heima móti Keflavík eftirminnilega og svo 2 jafntefli gegn Grindavík útivelli. KA er auðvitað efst í deildinni en Haukar er eina liðið í deildinni sem er unnið KA í sumar. Já, það er ótrúlega skrítin staðreynd. Haukaliðið svona fyrir mót bjóst með hann kannski ekkert við sérstaklega miklu út af þessu missi í Björgvini Stefánssoni. Hann náttúrulega var kanóna liðsins í fyrra, næstmarkaðastur í deildinni í fyrra með 20 mörk. Potturinn og pannan í þeirra svona leik. Já, algjörlega og náttúrulega bara algjör séni þarna frammi og sóknarleikur liðsins náttúrulega bara var á hans herðum. Það sést náttúrulega að mörguleyti til í sumar, þeir hafa kannski ekki náð að fylla hans skarð en það stórt skarð að fylla. Já, þrátt fyrir misheppnaða tilraun Björgvins að fara í val. Já, það var svo sem kannski ekkert skrítið, hann skildi taka skrefið upp í efri deildina. Við sjáum það að 2 bestu framherjar, já 2 af betri framherjum deildarinnar í fyrra, allavega 2 markaðastu í fyrstu deildinni. Já, svo má ekki gleyma Ævar í 3. Og Ævar í 3. Já. Þeir fóru allir upp í Pepsi. Viktor Jónsson var markaðastur og Björgvin fór sig í val. Það gekk náttúrulega ekki nógu vel hjá Björgvini og það kom svo sem, já, ég veit ekki hvort það hefði komið óvart, hann skipti yfir í Þrótt í vikunni bara og ég auðvitað hefði verið draumur Haukamanna að fá hann tilbaka en ég held bara að það hafi ekkert komið til greina, ekki nógu spennandi fyrir hann kannski að koma í botnbaráttuna í fyrstu deildinni. Hann stökk væntanlega bara á tækifærið að koma í Pepsi-deildina áfram, klára tímabilið með Þrótti sem eru reyndar í erfiðri stöðu þar eins og við vitum en það er kannski betra fyrir hann, hugsar hann væntanlega að vera í fallbaráttu í Pepsi-deildinni í staðinn fyrir að vera í fallbaráttu þá í fyrstu deildinni. En við sjáum það eins og eins og
Valsmenn ætlaði ég að segja að hafa losað sig við nokkra leikmenn og það var gríðarlega sterkt hjá leiknismönnum að ná í Sindra Björnsson tilbaka frá þeim. Styrkir þá í baráttunum Pepsildasæti? Heldur betur og þeir eru nú stutt frá okkar mönnum og það er mjög mikilvægt fyrir þá eins og ég segja að fá Sindra tilbaka en á móti kemur Björgvin fer ekki tilbaka heim í Hauka. Þannig að ég veit ekki hvort það verið reiðarslag eða ekki en þeir eru bara svo langt frá þessum standard kannski að það hafi kannski komið til greina. Það var bara langt í toppbaráttuna fyrir hann til þess að koma heim. Akkurat, spurning hvort að betri staði deildina er tryggt en Björgvin tilbaka. Já, það er líklegt. En liðin er að ganga á völlinum og með þetta að fara yfir lið KM. Það er ein breyting á byrjunarliði þar frá því í síðasta leik. Í markinu stendur Srdjar Rajkovic sem fyrr. Vinstri bakvörður í dag er Ívar Árnason og hægri bakvörður Hrannar Steingrímsson. Miðvörður eru Guðmann Þórisson og Davíð Bjarnason fyrir liði. En Davíð er að koma aftur inn í lið eftir að vera settur á bekkinn á móti Fram þar sem Callum Williams byrjaði. Callum var nú einn okkar betri leikmunni gegn Þór hér á heimavelli. En aftur á móti átti hann erfitt uppdráttar gegn Fram á útivelli sem hann fekk á sig dæmda vítaspyrnu og önnur mistök sem hann gerði sér sekan þrátt fyrir að Káa hafi aðeins fengið sér á sig 1 mark í þeim leik. Aðrir leikmenn í liði Káa eru þeir Alexander Trinicic og Arjen Jankumu sem mynda vígalega djúpa miðju hjá Káa og ætti að vera áhyggjuefni fyrir Luka Kostic hvernig hann leysir það að komast í gegnum þennan múr. Almar Ormarsson er á hægri kanti, vinstri kantur sem fyrir Júraði Grisel sem lagði upp 2 mörk í síðasta leik og í 10 svokölluðu fyrir aftan framherja er Hallgrímur Mar Steingrímsson. Framherji Káamann í dag er sem fyrir Elvar Árni Aðalsteinsson. Varamenn Káa í dag eru þeir Fannar Hafsteinsson, Baldvin Ólafsson, Callum Williams, Halldór Hermann Jónsson, Ólafur Aron Pétursson, Pétur Heiðar Kristjánsson og Orri Gústafsson. Það kom frétt á fótbolti.net í dag Hjalti þar sem var tekið saman spiltími leikmanna í öðrum flokk. Já, það kom ekki nógu vel út frá okkar menn í Káa, vilja allavega einhverjir meina. Já, það er einmitt máli, vilja einhverjir meina. Káa er með, það er ekki einu sinni annarflokksstrákur á bekknum hjá okkur í dag. Nei. Bjarki Viðarsson hefur verið að sitja á bekknum hjá okkur og aðri leikmenn hjá öðrum flokki hafa einnig komið sterklega til greina og veit ég er í æfingarhóp hjá Túfa. Við erum með 3,5 útlendinga í liðinu, ég tel Rajko svona ekki með eiginlega. Nei, en síðan erum við með Káamenn og Húsvíkinga sem að teljast orðið Káamenn líka. Jú, menn verður nú margir meina að þetta sé hálft völsungsliði hérna en þeir hefðu auðvitað verið duglegir við markaskurinn í sumar. Frábærir hafa verið Ásgeir Sigurgeirsson er sem fyrir meiddur. Já. Ég veit hann setur stefnuna sjálfur á að koma tilbaka sig fyrst, það meiddist á öxl gegn Grindavík. En já, vonandi stutt í hann var búinn að koma alveg gríðarlega sterkur til leiks og búinn að vera, potturinn á pannan ákveðnu leyti í okkar sóknarleik í síðustu leikjum. Engin spurning, en hins vegar kom það ekki sög gegn Fram að við skoruðum 3 mörk sem er næst jöfnum við mörk sem við skoruðum í sumar. Við skoruðum 3 gegn Fram á heimavelli í fyrstu umferð og 3 gegn Fram í fyrstu umferð, fyrsta leik seinni umferðinnar. En Ívar Orri Kristjánsson, dómari leiksins tilbúinn að flauta hann á, honum til aðstoð verða þeir Arnar Þór Stefánsson og Eðvarð Eðvarsson. Það er létt norðan gola, það er kalt og það er full skýjað á Akureyravelli. Hjalti, þetta verður fjör. Já, ég held að pínu bleita á raki í vellinum og ég held að verði örgulega skemmtilegur hraðabolti. Þú minntist á hann, leikurinn er farin af stað og minntist á hann Alexander og Archie á miðjunni. Þeir hafa verið lykillinn í varnarleik Káa í sumar. Gríðarlega erfitt verkefni fyrir að Káa bara búið að fá sér 9 mörk í deildinni. Þannig að það er alveg rétt séð að það er ákveðin lykill fyrir andstæðinga Káa að finna lausnina á því. Já, Káa haldi hreinu oft í sumar með minnir, ég man ekki nákvæmlega hversu oft. Man ekki hversu oft haldi hreinu en það er allavega oftar en önnur lið í deildinni og Srdjar Rajkovic sannlega eiga sitt besta tímabil þrátt fyrir hafa leikið hér á Íslandi í mörg áratugi jafnvel. En það náttúrulega má ekki gleymast í umræðinu þessa annarflokksstráka hjá Káa. Það eru 6 sterkustu leikmenn annarflokks eða með sterkara leikmenn annarflokks á láni hjá Dalvík. Já, einmitt. Það er svona þetta skemmtilega system að lána bara svona bestu leikmenn þannig að þeir fáu örugglega að spila aðeins hærra leveli. Já, og þar hafa leikmenn eins og Áki Sölvason verið að skora fyrir Dalvík, Árni Björn Eiríksson og Hjörvar Sigurgeirsson. Bjarni Aðalsteinsson, þetta eru strákar sem spiluðu með Káa undirbúningstímabilinu, gerði ágætlega í Kjarnafæðimótinu og hann var svo fengið sénsinn með Dalvík ásamt í að vera í öðrum flokki því að Káa og Dalvík senda saman sameiginlegt lið í öðrum flokki í sumar. Þannig að þeir geta bæði spilað í þriðdeildinni með Dalvík þar sem Atli Sveinn Þórarinsson yfir stjórnvölinn og síðan með Káa í öðrum flokki. Já, þetta er auðvitað bara ákveðin stefna sem að Káa tók upp og mér finnst hún persónulega mjög skiljanleg og bara skiljanleg í ljósi stöðu liðsins. Það ætlar sér upp, það er með mjög sterkan og breiðan hóp
og það er auðvitað erfitt fyrir ungu strákana að fá tækifæri, en auðvitað er alltaf gaman að sjá ungu heimamennina taka þátt í leiknum, en þeir fá líka gríðarlega góða og dýrmæta reynslu svona í sterkri deild. Engin spurning. Sjáum það að völlurinn er háll, menn eru strax byrjaðir að renna. Já, hér sækja haukarnir upp hægri vænginn og kemur há fyrirgjöf sem endar aftur fyrir. Þetta var Alexander. Nei, þetta var ekki Alexander, en þetta var fyrirgjöf sem að Rajkovic þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af. Týnist inn áhorfendur á Akureyrarvöll. Þetta er sannlega sá versti leikdagur á árinu, kortir í Vestmannaeyjahelgi og margir í útilegu. Já, og það er ekkert sérstakt veður, ótrúlegt en satt hérna fyrir norðan. Já, ótrúlegt er satt. En hérna reyndi Guðmann að bjóða sér stuttan, Rajko hætti við. Sjáum Guðmann, gríðarlega búið að gaman að fylgjast með Guðmann í sumar, hvað hann er rosalega líflegur og talar mikið í vörninni, hann er nú þekktur fyrir það. Hann talar ekki bara í vörninni, hann er duglegur að segja strákurum í sókninni til líka, en já. Þetta útspark hjá Rajko fór eitthvað forgörðum og Haukar er innkast við varmannabæk Káa. Hér kemur boltinn frá Barros sem með Davíð Rúnar í bakkinu, 3 Káa menn umkringja Barros. Barros er sterkur. Gríðarlegur skrokkur. Hér er það, kemur, hann er einn á fjærstönginni. Já, reyna að koma nú á Barros en þetta vinna Káa menn, Archie með boltan, fæ mann í pressuna. Þetta var fyrirgjöf frá Alexander hins vegar. Sjáum það að menn eru að renna trekk í trekk hérna, völlurinn er greinilega mjög blautur og laus í sér. Já, hér er það Ívar sem setur boltan fram á Elvar reynir að finna Júræ sem að Alexander skallar í innkast sem Káa á. Við varamannaskilin, milli varamannaskilina, Ívar Örn tekur innkastið á Alexander Trinicic. Alexander kom með 4 gullspjöld í deildinni og verður í leikbanni næsta leik. Hér eru, eins og segir, menn er að þreifa svolítið fyrir sér, það er einkennandi. Hér er missjöfnum sending á Almar Ormarsson, kemur honum að Archie inn á miðunni, Archie finnur Hrannar út í hægra megin. Hrannar mjög duglegur að taka þátt í sóknarleiknum, hins vegar missir hann boltan hérna og þeir reyna stungusending á Barros sem að spila með afskaplega sérstaka grímu í dag. Já, ég finn að viðkynni, ég þekki nú ekki söguna bak við hana, hann gæti nú hafa neðbrotna fellinu eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis, en þessa grímu, þetta er svona svipuð gríma og Aron Pálmarsson lék með í handboltanum fyrir heimsmeistaramótið í Katar. En hér eru Káa-mennina á miðjunni, Hallgrímur tapar boltanum, en Alexander vinnur hann aftur og skemmtileg sending inn á Almar. Almar Ormarsson 1 og 1 hérna á kantinum. Almar með tíma, reynir að taka mann á en missar hann frá sér eða hvað, nei. Gerti honum á hotspinna. Já, þessi er aftur fyrir og hotspinna sem Káa fær fyrsta hotspinna leiksins. Guðmann var einmitt spurður út í hotspinnur Káamanna eftir leikinn gegn Fram þar sem við skorum eftir einhvers líka, en þá tók Júræ Grisel allar hotspinnur þarna með á vellinum og það kom allar á nærsvæðið og endaði með marki hjá Guðmanni. Það er spurning hvort að Luka Kostic sem var á vellinum með mitt hafi tekið eftir því og hvort að haukarnir séu vel undirbúnir yfir spyrnu á nær eða hvort að Káa reyni eitthvað nýtt. En hér kemur Júræ spyrni með hægri fæti. Frábær spyrnumæður. Hún er á næstöngina, en Haukar skalla frá út á Hallgrím. Sem kemur honum út á Ívar Örn eða hvað á, Ívar með slatta tíma, fær Arnar Aðalgeirsson í pressu, Ívar kemur boltanum fyrir en þetta er hins að frá. Davíð Rúnar nægir ekki að koma fætinum í boltan. Barros rennur til og Archie stelur honum boltanum. Archie út á Ívar, Ívar tilbaka á Almar í öftustu línu og Almar væntanlega sendir hann allavega heim og Rajko rétt. Kemur ekkert óvart að Barros myndi skipta úr bleikurskónum á eftir, hann er búinn að vera á hælunum hérna fyrstu mínúturnar, renna hérna nokkrum sinnum. Spurning að fá skrúfutakkana. Já, gömlu góðu. Fara að vera í gömlu Copa Mundial. Ekkert af þeim. Ekkert af þeim. Hér er Alexander Trinicic með boltan að miðsvæði Káamanna og hann reynir að finnur Hallgrími lappir. Hallgrímur reynir að finna Elvar, nei, Júræ rennur. Ránstaða dæmt, Júræ kom úr ránstöðinni. Sjáum það Hrannar er gríðarlega öflugur, skýtur sér strax upp kantinn. Já. Og sækist í að fá boltan þar. Hrannar etjúkappi hér við vinstri kantmann eða vinstri framherja Gunnar Jökul Jones í dag. Ungur rætnirögur strákur. Barros í barðunum við Guðmann, hér kemur boltinn Guðmann á undan, skallar hana frá eins og honum einum í lagið. Elvar Árni fær mann í bakið, reynir að ná stjórn á boltanum, það gerir hins vegar Alexander. Alexander með Alma með sér vinstra megin, finnur hann í lappir. Almar með tíma, Ívar kemur í utanháhlaupið, Almar velur frekar að gefa hann fyrir og það er Júræ í smá klafsi og þessi er aftur fyrir fyrirgjöfin aðeins og föst og markspyrna frá marki Hauka gestana. Já, það var nokkuð ómarkvist, ég hefði nú viljað sjá hann fara bara alla leið í skotið ef hann ætlaði sér að gera það, þá komið miklu betri sendingu. Já, menn eru greinilega eins og segir, völlurinn er laus í sér og menn eru aðeins að reyna að fóta sig hérna, hvort að eins og segir verið fleiri en bara Barros sem að velja að skipta skó hér á eftir, það er spurning. En hér kemur markspyrnan, þetta er beint á hausinn á Alexander. Ekki í fyrst skipti sem hann sér að skalla markspyrnur. Alexander sendir tilbaka á
Terrence í markinu, Terrence með slaka markspyrnu beint á Archie. Archie finnur Davíð Rúnar fyrirliða, Captain Fantastic í lappir. Davíð út á Guðmann, Guðmann, hann er reynslubolti sem finnst fínt að spila út á vörðinni. Guðmann út á Hrannar, Hrannar ætlar að senda hann á Guðmann en einhver misskilningur en Alexander snöggur átt á sig. Guðmann, ákveðna kýlingar í gangi hérna núna og hér er Hrannar í baráttunni, vinnur boltan. En hann er út úr stöðu núna og nú kemur Barros upp vinstra megin. En Hrannar er snöggur tilbaka og kominn í vörðina, Archie gegn Gunnari Johns. Og Archie setur boltan út fyrir, vel gert hjá Archie. Sjáum það að boltinn svífur ekkert mikið í loftinu, það er norðanátt hérna og leið og menn fara að setja hann eitthvað upp þá bara tekur vindurinn hann, þannig að... Bara svoleiðis, það er hafgóla, en við sjáum strax að Júra er kominn yfir hægra megin og Almar vinstra megin. Þeir eru mjög duglegir að skipta stöðun á milli sín fremstu, þessari þrír fyrir aftan framherjan. Sjáum líka Elvar Árni duglegur að draga sig út á kantinn, sjáum því Hrannar kemur upp með hlaupi núna. Fær boltan, 1 gegn 2, reynir að finna bróður sinn, einhver misskilningur. Þarna. Og leikmann nr. 17, Gunnlaugur Fannar, setur hann tilbaka á Terrence. Þægileg markspyrna, Elvar Árni. Hér vilja menn fá hendi, Ívar ákveður að flauta ekkert, þannig að Hallgrímur er með hann. Elvar liggur. Það eru alltaf búið að kalla hendi tvísvar eða þrísvar en þetta yngasti á Haukkarnir. Vinna þetta yngasti á. Það var Almar sem kom boltanum út af, eða sérst var fyrir sendingunni fram. Slöggspyrna frá markinu. En KM ná ekki að gera sér mat úr þessu. Nei. Barros vill fá hann. En það er Gunnar sem hirðir upp boltan á miðunni. Þetta er Júra hins vegar sem nær að stela honum. Vel gert hjá Júra að lesa þetta. Kemur hann út á Hallgrím. Hallgrím með mikið pláss hægra megin. Og með góða sendingu inn í... En Terrence með allt á hreinu þarna og grípur hennan. Kemur hann nú strax í leik út á hægri bakhvörðin. Sjáum það KM eru fljótir að loka Haukana þegar í erfiðleikum Haukarnir með að... Þetta er rangstaða. Já, rangstaða á Barros og Guðmann fær þarna slink á hnið. Það er ekki gott. Harkar þetta af sér en það sem ég ætlaði að segja var að Haukarnir er erfitt með að koma boltanum svona sín á milli haldunum meðan liðsins og mér finnst það að vissuleitinu til bara góð pressa KM-manna. Já, KM-menn gefa þeim lítinn frið þarna aftast. Þeir eru búin mjög duglegir. Hallgrímur vakti sérstaklega athygli móti fram hvað hann var einstaklega duglegur að pressa en hér kemur Elvar Árni út á Júra Grisel. Nú vantar kannski fleiri menn í boxið, bara 2 inn í teignum. Almar og Hallgrímur í teignum, Júra með 44 en það er enginn. Já, þetta er ekkert vitlaus sending en það vantar náttúrulega bara mann þarna. Það voru bara 2 inn í teignum. Hallgrímur kom að fjærstunginu inn í miðuna. Það eru Haukar sem með innkast djúpt á eigin vallarhelmingi. Kemur fram á Hrannar, skallar hann, Almar í baráttunni, fær hann að högg á hnakkan en Ívar hefur ekki verið að flauta mikið í dag, en það er lítið búið. En það er Guðmann á Archie, Archie mann í bakkinu, sending á Davíð sem að gerir vel, eða gerir það sem þarf. Sendir hann út vinstra megin og það er innkast sem Haukarnir eiga og það er hægri bakvörðurinn Birgir Magnús Birgisson sem tekur það. Beint inn á Aron Jóhannsson á miðunni, Fannar í öftustu línu. Haukarnir spila með 3 manna, þeir spila svokallað ég veit ekki hvort við að kalla það 3-5 ég veit ekki alveg hvort við að starta þetta leikinn. Þeir eru klárlega með 3 á miðverði. Já, er þetta ekki bara 3-5-2 eða 5-3-2 eftir hvort þeir séu svona miðverð? Jó, en það er spurning. Mér sýnist þeir líka svona einhvern veginn vera að stilla upp þannig að Barros sé hvort sé 3-6-1 Það er galið en hérna færa Alexander á miðjunni. Tæklingu, fær takkarna frá Alexander Helgason í nafna sinum í lærið og Ívar Orri Það var ekki þægilegt. Flautaraukaspyrnu. Við sjáum hér Hrannar, hann er vallarstarfsmaður, hann andi völlinn. Hann er að stíga niður hérna. Hann fer aldrei úr vinnið sem maður. Nei, spurði hvort að við þurfum að borga honum yfirvinnu. Hann á alveg inni. Hann á það inni, frábær starfsmaður Hrannar. Guðmann býst við að taka aukaspyrnuna og Alexander harkar þetta af sér, það er gott. Já, vill hann vinna stöður, Guðmann setur hann bara beint yfir á fyrirliðan. Davíð Bjarnason. Það var bara stilt upp og svo knafinn á 9. Þetta er ekki vittlaus hugmynd hjá Davíð. Fannar fyrirliði Hauka með hann í Alexander fyrirliði Hauka með hann í öftustu línu. Júra hleypur hérna yfir allan völlin til að pressa. Það er slök sending. Daniel Snorri með slaka sendingu sem að Archie las vel. Nú vil ég fá sendingu langa hérna. Nei. Það er sótt upp hægri kantinn áfram. Hrannar með Almar með sér. Archie á miðjunni, vel gert hjá Archie að bjóða sig.
Alexander reynir að finna Júra en þetta vel lesið hjá Farin í sig aftur. Hjá Birgi. Fengur smá aðstoð frá dómaranum þarna, það var ekkert sem hann gat gert í þessu Nei. hlutaleiknum. Archie með hann á miðunni, finnur Hrannar út í hægra megin, þar eru Hrannar og Almar saman. Hrannar aftur á Archie, menn við reynum að leita götum á haukavörðinni. Já, þeir eru þéttir tilbaka, virkilega þéttir. Já, Guðmann, einhver misskilningur, en hér kemur Archie í baráttuna. Archie gerir vel og fær aukaspyrnu væntanlega. Jú, Já, það var rétt dómur, þrátt fyrir kröftu mótmæli Arons Þeir taka Jónar. þetta fljótt, Hrannar upp kantinn, bróður hans sækir inn. Finnur Hrannar með fyrir gjöfunni. Góð, er þetta ekki vítaspyrna? Almar með Mér fannst hann tíma tosaði og niður. Alexander! Þetta er vel, henda sér tveir fyrir þetta. Frábært tæklingi á haukamönnum, komið sér fyrir. Mér varst nú tosaði í Elvar þarna. Já, það er spurning hvort að við fáum að sjá þetta eftir og eftir þegar kemur pása á leiknum, en KM liggja núna þungt á haukam og Luka Kostic virkar áhyggjufullur á hliðlínunni, þjálfari haukan. Það var svona fyrsta markverða sem gerist í leiknum kannski. Já. Alexander var í ágætu færi en haukamenn tveir. Já, hendur sér fyrir þetta. Það var fyrirliðinn Alexander Freyr sem að fekk hann í sig. Sjá Hrannar enn hérna laus á hægrikantinum. Hann gerir vel, tekur vel á móti boltanum og nú þarf hann að finna réttu sendinguna. Almar dregur sig út, hættir við hlaupið. Það var ekki alveg nógu tímasett en við KM fá Sjáum innkast. þetta endur sín núna. Hér kemur Hrannar í fyrirgjöfinni fyrsta. Elvar í klafsi. Almar gerir vel og eins og við sjáum þeir henda sér tveir fyrir þetta. Alexander hefði einhvern tímann viljað skora úr þessu allavega, en hann fær boltan á miðunni núna. Nægur tími. Reynir að finna Hrannar í hlaupi. Hrannar er gríðarlega duglegur leikmaður. Frábærlega gert hjá Hrannar. Nei, nær ekki að halda honum inn á opinn. Þessi farin aftur fyrir. Eðvar Eðvarsson, aðstofadómari með meiru. Hann Já, sóknarþungi KM aðeins að aukast hér. Já, við glímum við örlítil vandamál með vindinn. Þetta er í fyrsta skipti sem við sýnum leik sem er gól á Akureyri og vindurinn kemur svolítið í mikrofónuna hjá mér og Hjalta, en við vonum að við náum að vera bara meira inn í bílnum, ég og Hjalti. En hér eru KM með hann Guðmann Þórisson á Hrannar Björn. Hrannar með sendingu tilbaka á Rækó. Davíð Rúnar og Archie. KM ráða lögum og lofum þessar stundir. Kemur sendingin út á Almar. Og Almar inn á Elvar, vel gert hjá Almar og Elvari. Elvar 1 og 1, hvað gerir hann? Missir hann aðeins svo langt frá sér. Hörku, góð vinsta í Aron Jónsson í haukaliðinu. Já, vel okkar þarna. Guðmann nær þessu örugglega. Og Hallgrímur, við KM vinna boltan strax aftur. Hallgrímur og Júra á Hallgrím. Skemmtilega spilað. Þetta er einna Sjáðu stertika Hrannar bolti. eru komin upp. Og Terrence þarf að sparka frá marki og sendir hann bara beint í innkast. Þetta var frábærlega spilað KM. Já, virkilega góð sókn og álitleg staða sem er komin upp, en því miður náðu ekki að gera okkur mat úr þessu. Og Sjöttarði taka vel við sér í stúkunni, gaman að heyra, vel mætt á völlin í dag. Þrátt fyrir dagsetningu og kulda. Já, fín mæting með dagsetningu og annað eins og þú segir. Alexander reynir að finna Hrannar í hlaupið, en þetta les hann Gunnlaugur fann það vel. Löng sending fram. Þetta er svolítið þröngt hérna á síðasta þriðjungnum, en haukarnir eru líka gríðarlega þéttir tilbaka. Rækó með allt á hreinu í markinu. Davíð Rúnar fær hann út á vörninni. Það er spurning hvort við reynum upp vinstra megin, við vorum að fara mikið upp hægra megin í þessum fyrstu mínútum. Alexander með út á Ívar Örn. Ívar. Missir hann frá sér, en læra að lesa þetta. Já, og það er innkast sem KM eiga. Arnar Aðalgeirsson setti boltan út af. Ívar með innkastið, hann er mikill langkastari. Hallgrímur reynir að finna. Kallar og býður boltan. Já, fær aukaspyrnuna, tósaði í hann. Þetta var Gunnlaugur Fannar sem gerðist brotlegur og nei, Ívar leifur okkur ekki að taka þetta á viltustu stað. Nei. Ívar, bara vel gert Ívar, þetta er hárrétt. Jú, hárrétt, þetta vil maður samt láta leikinn fljóta en hann var svo langt frá og jafnvel á ferð líka. Ég tek dómarasonurinn, ég tek undir hann með Ívari. Það er Archie. Sjá hvað haukarnir þétta vel. Archie tekur einn á og reynir að finna Hrannar í hlaupið og við vinnum innkast. Daniel Snorri setur boltan út fyrir. Það er spurning, heldur að sé arfleið Björgvin Stefánssonar þessi síðherska í haukaliðinu? Ég var að hugsa það með það, hún er svolítið skemmtileg sko. Já. Hún er líka í handboltaliðinu. Já, spurning hvort Atli Sigurjóns sé ekki ánægður, þetta sé náttúrulega sporttegir.is. Fín auglýsing þar. Já, fín auglýsing þar fyrir sporttegir.is.
En Hallgrímur með 2 í sér og bróðir sinn líka upp á hlaupa og Gunnar John setur hann í innkast. Þetta innkast, en ekki aukaspyrna. Já, og það Hrannar sem býst við að taka innkastið. Hrannar með innkastið á Hallgrím. Haukarnir þétt á þá og þetta gerir Barros vel, en Hrannar snöggur að vinna boltan aftur eða hvað. Mikið klafs hann á miðjumvellinum, en Almar gerir vel út á Hallgrím og nú Hallgrím með tíma og vitum hann getur mundað sendingafótinn. Vel gert hjá Grímsa. 1-1 og vinnur hornspyrnu. Þetta önnur hornspyrna KM í leiknum. Þetta vel gert. Það væntanlega verður Júra Grisel kallar á vettvang. Skyldi hann koma nær stöngina? Nei, mér sýnist Júra ætla að vera kyrrt og leyfa Grímsa að taka þessa. Fara hávöxnu strákarnir inn í teig. Og hér það Grímsi með spyrnuna og þetta góð spyrna en þeir skalla frá Haukarnir. Júra fyrstur, kemur hann út á Grímsa aftur. Grímsi með aðra tilraun. Og það góð spyrna aftur og þetta Alexander! Framhjá. Frábærlega gert. Já, vel gert. Þetta fín spilamennska að káa hérna ná að vinna baka eftir hornið. Já. Hér hornið sem skallað frá. Júra gerir mjög vel að koma honum aftur út á Hallgrím. Já, vel gert hjá honum. Hallgrím með góðan tíma og hann getur sent fyrir drengurinn. Og það Alexander stakku manna hæst og þetta bara, þetta hálsbreytt. Algjör turn þarna á miðjunni. Svo kölluð hálsbreytt. En pressa Káman heldur áfram, Haukarnir á valla sendingu sín á milli. Archie með hann á miðjunni. Finnum væntanlega Alexander í lappi, vel gert. Og Alexander aftur á Rækó, þetta kemur Barros í pressuna. Vel gert hjá Rækó, út á Hrannar sem fær pressu líka. Hrannar gerir virkilega vel, nú koma þeir 4-4. Hallgrímur hægra megin, Elvar í hlaupinu og Almar. Það setja hann aftur á Hrannar þarna, Almar en rennur svo Hallgrímur, þannig að við erum aðeins á afturfótunum í vörðinni. Hér kemur löng skipting hjá Haukum yfir á Birgi. Sendingin inn teig, hann aðeins á fjárstunginni. Guðmann Þórisson bjargar því sem bjarga varð. Frábærlega gert hjá Haukum. Sofandaháttur í vörninni hjá okkar mönnum. Þetta var Gunnar Jökull á fjárstunginni en Guðmann ekki lengi að pompa þess út af. Nei, Gunnar vandaði að naga sér í handabökkinu og ekki tekið betur á móti boltanum því hann var aleinn. Þarna var Hrannar kominn langt fram á völlin eins og svo oft í leiknum og hann vandaði að handan í vörnina en við náum að bæja þessu frá. Þá það Gunnar aftur. Beint í lappirnar á Trínsits. Og Alexander finnur Almar en þetta lesi á Haukavörðinni og Rækó tekur þennan. Já, Barros kemur þarna úr rángstöðinni. Þetta var fín sókn með Haukum, þeirra fyrsta svona, álitlega sókn. Já. Og ekkert yfir því að kvarta. Ívar með hann og Alexander á miðjunni, Alexander mikið í boltanum. Guðmann á Davíð, við erum með hann í öftustu línu. Barros einn að pressa, hér kemur löngsending frá Davíð frá Júra en Júra missir þetta út af. Já, þetta svolítið erfitt en við þurfum að finna einhverja leiði til að brjóta þennan Haukum úr á bakaftur. Þeir liggja gríðarlega þétt tilbaka með 3 miðverði og þetta sama kerfið og notum til að vinna okkur í annarri umferðinni. Já, það bara copy-paste í lúkakostið, það svo sem skiljanlegt. Alveg sammála og þetta sama kerfið og Donni reyndi að nota einnig til að vinna Káa á Akureyravelli hérna fyrir 2 vikum. Já. En hér koma Haukarnir. Það leikmann númer 18, Daniel Snorri. Einar slök sendingin í Haukum. Þetta þurfa Káamenn að nýta sér. Almar fær hann, fær Gunnar í bakið. Almar fær enda aukaspyrnu eða hvað? Aukaspyrnu ekki. Nei, Ívar dæmir ekki. Það fannst mér að vera aukaspyrna. Sammála því. Vel gert Alexander vinnur þetta strax aftur. Sjáum það enn einu sinni Haukar ná bara ekki einhvern tíma á boltanum. Vel gert hjá Almari og Hrannar með henni í lappir á Elvar Árna. Og Haukarnir spila aftur á Terrence sem að þarf að senda hann út til bara stutt vinstra megin, hægra megin fyrirgefið. Og það Alexander. Hann reynir að finna einhvern upp á miðju, þetta beint á Davíð Rúnaði með Barros. Þetta rángstaða. Já, meiri segja rángstaða og Barros kom úr rángstöðinni. Já. Vindurinn farin að leika okkur grátt hérna inn í bíl. Þá það Hrannar með tíma, tekur Gunnar á, vel gert hjá Hrannari. Fær hendur annar mann í sig, Grímsi hirðir upp lausaboltan. Dýrur Almar og Archie. Aftur á Hallgrím. Þetta Alexander eða Ella í lappir, Elli í lappir.
Elvar út, hægra megin á Hrannar. Virkilega vel gert. Og Gunnar rennur hérna, Hrannar hefur tíma eða hvað, nei Gunnar. Hann er að koma boltanum út af. Og Haukar er einhversið. Ok. Bjóstu að K.A. ætti þetta en Eðvarð verður seint sakar annað, við erum alltaf á hreinu. Hér kemur sendingin, Barros og Archie í baráttu og Barros virðist fá högg á andlitið. Hann er ekki hrifinn af því kallinn. Nei, sennilega fyrir með grímuna. Já, en Elvar færir hann í lappir og þetta gerir Aron Jóhannsson vel. Vinnur vel tilbaka hana en Elvar er ekki hættur eða hvað. Aron Jóhannsson meðan fyrir Hauka. Þeir ná að leysa þetta nokkuð vel komið hægri kantinn. Finnur Birgi, hægra megin. Og nú er Haukar að reyna að byggja upp sína sókn. Leikmaður númer 11, Arnar Aðalgeirsson. En þeir komast hvorki lönd eftir önd, hins vegar eins og við höfum talað þeir hafa náð óvenjumörgum sendingum sín á milli núna. Já. Nú kemur einn niður hana upp völlinn, spurning hvort hann skilji eftir sig eitthvað gat hérna. Bolti farin út af. Enn einn slögg sendingin á Haukum. Ég er nú ekkert að reyna að vera leiðilegu við það, en þeir hafa náð bara virkilega fáum sendingum hérna. Spurning hvort að það sé einhver gervigrasáhrifi, þeir náttúrulega æfa og spila þetta sína leik á gervigrasi. Þeir hafa líklega eftir síðustu daga á grasi, við ásvöldi. Alexander fær pressuna, hann að Davíð fær hann í öftustu línu. Davíð getur spyrt fram með báðum fótum, en ákveður að spyrta tilbaka á Rækóp. Það er skynsamlegt þessar löngu sendingar fram að ekki alveg verið að virka og vindurinn tekur aðeins í boltan. Akkurat, Elva líka svolítið 1 gegn 3 þegar koma löngu sendingarnar, en Archie er með hann á miðjunni núna. Og Alexander nægur tími. Reynir að finna Júra í lappir, Júra er með mikla press á sér. Þeir vita hvað hann getur, Ívar komin upp vinstra megin, vel gert hjá Ívari. 1 gegn Arnar Aðalgeirssyni, kemur fyrirgjöfin og Terrence fyrir út í þetta og grípur. Almar var mættur í sníkjuna, hefði Terrence misreiknað sig eitthvað. Hann er með þetta alltaf reynu rekur sína menn fram, völlinn, fyrir hálfleikur hálfnaður. Hér kemur löng spyrna frá Terrence, væntanlega beint á hausinn á Alexander. Já, hann sé segull á höfðun á honum. Hann er búinn að sópa ófá bolta þarna upp í dag. Já, og þá er það Alexander ennþá í baráttunni með Aron Jóhannsson. Gerir vel, sterkur, heldur áfram. Tekur skæri, Almar í hlaupinu, frábær sending og Almar í færi! Nei, rétt framhjá markinu. Framhjá. Frábærlega gert hjá Alexander Trinicic þarna. Þvílík vinnsla hjá Trinicic. Gríðarlega vel gert, Almar Ormarsson átt að gera betur. Sjáðu Alexander vinnur boltan hann með smá hjálprendar frá Grímsa og gerir áfram vel, tekur stór skæri. Vel dæmt hjá Ívar þarna hagnaðurinn. Og sjáðu Almar hérna. Almar reynir að lauma honum í fjárhóðni. Já, þetta er og hér fór spjaldaloft hjá Ívar Erni. Það var leikmaður númer 27 síndist mér, Alexander Freyr Sindrason. Fyrirliði Hauka sem fékk að líta þetta gula spjald. Væntanlega fyrir brotið sem hann veitti hagnaðan á. Já, ætli það ekki bara. Við vorum aðeins uppteknir í endursýningunni og Hjalti til að sjá nákvæmlega af hverju en hér er það Alexander sem hreinsa frá lætur ekki á sig fá, beint á Arnar Aðalgeirsson og finnur Aron Jóhannsson en vel gert hjá Alexander. Slögg sending þarna eins og það er. Vittur sending. Spurning Hjalti við fáum að renna við stöðun í öðrum leikjum. Hér er löng spyrna hjá Terrence, beint á hausinn á Trinicic, nei hann hætti við. Og ég var í baráttunni við Barros, Davíð Rúnar, hirðir í blausaboltan og finnur Júra í lappir. Þeir gefa Júra ekki eina sekundu boltan enda Júra leikmaður sem getur, kemur tækling hérna og væntanlega spjald. Slæm tækling hérna hjá Birgi, Magnús Birgisson að fara í bókina fyrir þessa tæklingu á Júra Grisel og þetta er áhugjörn fyrir Luke Kostis því að Júra á öll sín hlaup eftir inni gegn Birgi í seinni hálfleik og það sem eftir er að fyrirhálfleik. Mjög skarplega þetta. Ég ætla að reyna yfir stöðu mála í öðrum leikjum í fyrstu deildinni. Framar eru 2-0 yfir á móti Þór, skoruðu 2 mörk mjög snemma í leiknum. Það eru búnar 68 mínútur. Það eru 15 mínútur búnar á leik HK og Leiknis, það er staðan 0-0 og 10 mínútur búnar á leik Fjarðabyggðar og Leiknis Fáskrúðsfirði 0-0 líka þar. Það var svo senkun á leik Grindavíkur og Hugins vegna bilunar á Reykjavíkurflugvelli, skilst mér. Já. Koma aðeins svo sent til Reykjavíkur Hugins menn. En í nágrannaslagnum móti Grenivíkur hins vegar Magni að vinna KF 1-0. Já. En við reynum aftur yfir stöðu leikja og gang mála hér á eftir. En hér er Hrannar með hann hægra megin, gegn Gunnari og finnur ásending. Þetta er ólangt fyrir Almar. Terrence þarf að sparka frá. Þetta eru á Hrannar, vel gert hjá Hrannari. Elvar nær honum. Frábærlega gert hjá Ella, hann snýr á tvö. Og hann er komast í ágætisfærið eða hvað.
færa á sig 3. Vantaði smá aðstoð og ætlaði sér kannski aðeins of eftir glæsilegan undirbúning. Það kemur löng sending fram og þessi er út af. Já, Hrannar býst við að taka innkastið hérna við okkur við Já, það var vel gert hjá Elvari þarna, hann sneri laglega af sig leikmanninn en vantaði kannski örlítið meira aðstoð. Davíð Rúnar gefur hann aftur á Rækó sem að spyrnir boltanum fram en það er engin káa maður en Aron misregnar þennan þannig að Júra fær tíma á boltan. Sáum hvað vindurinn reif í hann þarna. Já, Archie á Elvar meginn í lappir, fær tíma til að snúa, finnur Hrannar hægra megin. Nú er Almar með honum hérna hægra megin og hann leitir tilbaka á Guðmann. Guðmann með sendingun yfir á Davíð Rúnar. Svo það KM vilja leita meira að Elvari í lappir, við höfum nú heyrt oppaði kalla þetta hérna og við vitum það nú alveg að KM vilja spila boltanum með frá jörðinni. Vilja Elvar taka niður, fá smá tíma og fá hlaup í kringu sig. Þetta gerir Archie vel, Archie búinn að sópa marga lausa bolta á miðjunni í dag. Hallgrímur með 2 menn í sér og fær aukaspyrnu. Það er Arnar Algeirsson sem brýtur að sér. Þannig að við fáum aukaspyrnu á miðjum vantanlega mikið Haukamann og spurning hvort að við setjum mikið stóru mennin í boxi. Allavega sínum fyrir Davíð Rúnar rölta fram. Nú er Grímsi kominn að skipta um skó. Fyrstur til að skipta um skó. Fyrstur til að skipta um skó. Já. Og ég skal lofa þér, það verður ekki svo eini. Þó reyndar við því miður fáum ekki að sjá hverju skipta um skó í hálfleik. En hann ákveður að taka þessa skóskiptingu hérna. Já, Guðmann býður að því að Hrannar er út af. Já, Hallgrímur út af. Alexander, þegar hann tekur spyrnuna þá eru oftast stuttar. En, já, nei. Kemur hérna yfir að hægra megin á Hrannar. Þetta er finnst mér alltaf merkilegt þegar við erum búin að setja stóra mönnina fram að taka stuttarspyrnu en Elvar skallar hann. Þetta er skallað burtu af Gunnari Gunnarsinni. Og aftur í baráttunni, Archie nær honum. Archie vel gert, nú þarf Archie að koma sér í skotstöðu. Reynir það með 2 í sér. Kemur núna fyrir markið. Og það er Júrai og Elvar í baráttunni. Elvar reynir skot. Alma væntanlega rangstæður eða hvað, nei. Þetta er hættan ekki liðin hjá því að Alexander fer alltaf full í hver einustu tæklingu eins og hann sé von og vísa. Davíð Rúnar. Og nú skulum við segja að færi sé búið. Þrátt fyrir að Júrai sé að vinna boltan út til vinstra megin. Vel gert Júrai. Snýr á 2 og fær innkastið. Þetta var fín sókn hjá Káa. Góð pressa. Luka æsir sig við aðstofadómarann fyrir það að veit ekki þetta innkast. Það var vel gert hjá Archie á boltanum inn í. Hér er Alexander. Finnum vantilega Hrannar hægra megin eða hvað. Og hann er eiginlega bara... Hér flautar Ívar, virkilega vel dæmt þarna, beið þarna eftir hagnanum, aðvart að sjá hvort að Hrannar myndi ná honum. Já, Ívar hefur vaxið gríðlega sem dómari. Ég fer ekki á hann þeirri skoðun að hann er einn af okkar efnilegust og frambarlegustu dómarum í dag. Já, samanlega því. Haukamenn, já, komum núna með allavega 3 brot þar sem þeir eru frekar seinir. Þetta er hættulegu leikur sem þeir spila. Komnum með 2 spjöld. Já. Það var að Birgir Magnús sem fekk spjald á hann og svo fyrirliðinn Alexander Freyr Sindrason. Haukamenn aðeins fengið 1 rautt spjald í sumar. Nú er það Hallgrímur sem stendur yfir boltanum að spurning hvort að Grímsi reynir hann á marki. Hann er alltaf örlítill mótvindur, svona nett jóla þó að hafi aðeins hægst á henni. Gæti verið öðru fyrir markmannin líka. Já. Grímsi, Bísi undir að spyrna eða hvað. Nei, það er Alexander sem tekur á með ristinni. Hörkuskot. Þetta fer í sýndistyrjandar í Almar en það skiptir ekki öllu. Haukar reyna að spila út og Alexander með frábæra tæklingu og við höfum þetta innkast eða hvað. Nei, Haukar dregur þetta. Gunnar Jones fekk þetta. Alexander Trín sitt sjálfsögða fullri ferð og það er ekkert grín. Nei, ég held sér ekkert spes. Nei. Stuðningsmenn Káa láta vel í sig heyra. Hvetja liðið að fullum dáðum. Daniel með innkastið á Barros. Barros missir hann út af eða hvað. Aukaspyrna dæmd á Archie. Elvar kemst inn í sendingu en Haukarnir ná að bjarga pínum vandragangur Hauka liðinu þessar mundir. Og það er leikmaður með 17 Gunnlaugur Fannar sem sendir hann beint út af og þetta innkastið að KM við varamannarskili. Túfast stígu völlin niður. Gaman að sjá menn hugsa vel völlin. Já, mönnum er ant þennan völl. Já, fallegu völlur. Ívar með innkastið stutt á Davíð Rúnar og Davíð Rúnar finnur Alexander í lappir. Alexander reynir að finna Júrai, Júrai fær strax pressa á sig, Elli með mann í bakkinu. Hann hefur ekki tíma til að snúa. Nei. Og hér er það Guðmann sem ítir í bakki á Barros en Ívar Orri flautar ekki. Aron reynir að skalla fram en það er enginn. Þannig að Davíð er með tíma og Alexander með tíma, Barros væntanlega frekar pirraður núna.
Vel gert hjá Alexander, virkilega vel gert líka hjá Guðmanni, ítti létt við Barros þarna og tók svo boltan. Já, Atsó með sendinguna yfir á Hrannar. Hrannar tekur við Nægur tími á honum. Hrannari hérna, hann með Almar með sér upp kantinn. Finnur Almar, Almar fær pressur á Daniel, vel gert hjá Almari tekur við honum. Og hann lengir hann Vel gert á hjá- bróður sinn, hann Hrannar. Hallgrímur, snýr á 2, lítið sendingamöguleikunum tilbaka á Archie. Archie finnur Alexander í Svo lappir. þetta haukavörðin þétt. Gríðarlega þétt og þetta er Daniel sem taklaði hennar bolt út af vel gert hjá Daniel. Heyrist áfram Haukar úr stúkunni. Mér sýnist vera einn rauðklæddur maður í stúkunni. Styður sinna menn greinilega. Hrannar með boltan út að hægra megin með nóga tíma til að gefa fyrir. En sendir hann út á Archie. Við vitum að Archie sendir hann ofta stuttan. Nei, hér kemur fyrirgjöf frá Archie. En hún er ekki góð. Og Davíð Rúnar á undan, Barros vel gert hjá Davíð. Ó, Gunnar Stæpur Jones, þarna. og Davíð að brjóta eða hvað? Davíð braut nú á honum fannst mér en. Já, Já, vel virkilega vel gert. gert. Náðu að vinna boltan tilbaka. já. En þetta er ekki búið því að Haukar halda boltanum, en Og Guðmann, Barros rennur enn einu sinni. já, Guðmann les þetta bara eins og ævintýrabók í grunnskóla. Júræ upp kantinn. Fín staða hérna 1-1. Gegn tveimur og þeir báður á gulu spjaldi, en Já, Júra fær mistur hann ekkert alltaf á á sér. þetta. Já, Ég held sér rétt hjá Júræ að keyra bara á þá en náðu ekki alveg að leysa þetta nú vel. jepp. Terrence býst við að sparka út og er tilbúin að veðja að koma á hausinn á Alexander. Nei, þessi er langur maður. Það er Ívar. Ívar tekur hann. Þeir niður á Alexander. Alexander út á Júra, en sendingin er ekki góð. Það vantar opnari færi á kámunum. Já. Það verður ekki sagt annað en að þeir séu tölvöld sterkari liðið hingað til, en opnu færin eru ekki mörg, eru á skortum skamti. Hárrétt. Það vantar eitthvað til þess að brjóta ísinn. Já, hér er að Daniel út til vinstra með boltan. Og hann setur hann tilbaka á Gunnarsson í vördinni. Gunnar reynir langa skiptingu yfir á Arnar Aðalgeirsson, en þessi væntanlega löng eða hvað. Arnar gerir vel, heldur honum inná og fær hornspyrnu. Vel gert hjá honum. Fyrsta hornspyrnu á Hauka í leiknum, staðan 2-1 í honum. Og þetta er eins og svo ofta áður í leik KM-manna í sumar. Þetta eru förstu leikættirinn sem hinliðin spila upp á að gera vel úr. Já. Það þurfa að vera vel vakandi. KM aðeins búin að fá þessi 9 mörk í sumar eins og Já, og það er 4 gegn Haukum fyrstu Akkurat. í annar umferð. En það er Aron Jóhannsson sem býst við að sparka boltanum inn í. Og hér kemur spyrnan. Hún er út í teginn. Þetta er Guðmann Þórisson, okkar besti. Kemur ekki á óvart að hann skalli þetta frá. Nei, Gunnar út á Aron aftur. Aron reynir sendingu eitthvað inn í og Fannar skallar út til hægra megin og það er Hrannar aleinn. Hrannar með nógan tíma. Og Hrannar er þindalaus þegar kemur á hlaupunum kantinn. Og finnur Almar í hlaupið eða hvað. Og þetta er fínt, við vinnum innkast. Fín pressa. Gunnlaugur Fannar, einn af þeirra með miðvörum Hauka, þarf að senda þennan út af. Guðmann reynir að stýra sínu liði, sínu alkunnu snild. Hrannar og Archie í baráttunni, halda boltanum, finna Alexander í lappir. Alexander reynir að vippa úr minn, hann er Ella bara haldið en... Já, létt glíma þarna á milli þeirra. Já, íslensk glíma. Svo gamla góða, en ekkert dæmt náttúrulega á þetta. Nei. Og Terrence með spyrnuna fram, það leitaði svolítið upp hægra með Haukarnir líka. Það er Birgir Freyr, en þetta er beint á dag, ég held að Birgir Magnús fyrirgefi. Hann er ekki með margar heppnaðar sendingar í dag. Nei. Ívar Örn á Alexander á Hallgrím. Fýrt snúningur, nú þarf hann að Já. lúta boltan út til hægri. Vel gert hjá Góður sinn. Grímsa. Hrannar með Almar með sér líka. Almar, Alexander býður sig. Alexander og Archie. Sjáttur finna Elvar ekki í lappir þarna. Nei. Kemur Ívar, nú þurfa að reyna vinstra megin. Ívar finnur Júra með Birgi gegn sér. Aftur á Ívar aftur á Davíð, allt í lagi. Við höldum boltanum. Þetta þarf þolinmæði til þess að brjóta Já. á Haukavörn á bakaftur. Engin spurning. Guðmann tekur á rás með boltan. Finnur Hrannar í lappir. Hrannar á Alexander. Og Trínsins með tíma. Nægur tími hér. Þeir pressa hann ekki einu sinni inn og sinni með þeirra vatavelming. En þeir eru að elva sér reynir sendingu upp í hotnið. Þetta er Daniel. Eins og löng, fín Já. pressa. Fín pressa á kámunum. En Haukarnir gera vel og koma þessum frá. Þó að sé ekki nema bara beint á Alexander Trínsins, sem hefur nægan tíma. Alexander fór í skrúfutakkan í dag, það er gott að sjá. Það er Hrannar hægra megin.
Hrannar verið með áætlun að færa upp hægri kantinn í dag. Hallgrímur, 1 gegn 2, fer niður og fær aukaspyrnu. Þetta er góð staðið fyrir aukaspyrnu. Túfa sendir bæði Davíð og Guðmann inn í og við sjáum að Rækó er lítið að gera á honum og hann er farin að taka. Menn verða að halda sig heitum í markinu þegar það er rólegur dagur. Það er bara svoleiðis, þetta er ekki busy day at the office hjá Rækó. Nei, hann þarf heldur betur að vera klár þegar það kemur til. Já, þá er það Hallgrímur og við væntanlega viljum sjá þennan í markinu. Spyrnan er góð og þetta er Guðmann en missir rétt á honum. Ívar heldur lífi í þessu með mann í bakkinu, finnur Júra úti og Júra getur spyrt fyrir og það kemur hér. Þetta er Alexander sem að sendi þennan út. Almar nærður með svar aftur. Júra aftur með boltan, fannst það ekki verið að koma með betri sendingu núna. Já, og hún kemur hér, hún er góð. Þessi er betri en, nei, hún er ekkert mikið betri. Beint á Terrence. Já, þetta er ekki nóg gott. Hér er það Davíð, miklu kapplaupi við Arnar Aðalgeirsson. 1-1 hérna. Og Rækó með allt á hreinu, uppbytun hringinir. Það skiluðu sér. Já, það skiluðu sér þarna, hann var alveg klár. Haukarnir fá innkast. Sjáum það að þarna vantaði betri sendingu frá Júra með 2 tækifæri, 2 slaka sendingar. Einhvern tímann hlýtur að koma góð sending þarna sem að skilur einhverju. Barros reyndar skalla á sjálfan sig en... Sjáu þið, Ívar beitar hagnaðum þarna, er ekki að stoppa leikinn til að það er með aukaspyrnu þegar KM eru með boltan. Guðmann út á Hrannar. Alexander vildi fá hann en Hrannar leitar á bróður sinn. Hallgrímur finnur Archie á miðunni. Archie fær pressu í baki, snýr á mannin, vel gert hjá Archie. Og það er Davíð. Það væri virkilega gaman ef við værum þeim kostum búin að geta sýnt fram á ball possession og heppnaða sendingar því að K.A. eru með gríðarlega yfirburði þar í dag. En þetta er ágætlega leikst hjá haukunum. En hins vegar er sendingin fram beint á fyrirlið okkar Davíð. Davíð og Almar alla leið tilbaka á Guðmann. Guðmann er svo kongur ríkisinn í öftustu línu. Nú tar Hrannar Björn. Hrannar hefur tekið vel á móti boltana, þetta er mjög líflegur. Kemur hlaupið Almari. Elvar en... Og fastur skalli senna eða langur og Elvar gæti aldrei nátt til hans þarna. Terrence með markspyrnuna. Ívar á Guðmann, Guðmann fær press á sig frá 2 og þarf að losa hann bara beint fram og Gunnar hleypur svona hálfpartinn á vegg hérna og fær eitthvað högg frá honum en... Sjáðu sendinguna er ekki hendi. Nei. Ívar dæmir ekkert, mér finnst bolta fyrir hendina á varnarmönnum þegar Elvar senda hann inn fyrir. En ekki dæmt. Og það er Júræ sem fær Birgi í baki, þarna hefði þetta talað betur við Júræ. Júræ heldur pressuna áfram á fyrirliða haukamanna og þeir þurfa að spila aftur í öftustu línu. Þá er það Gunnar Gunnarsson með hann. Sjáum það að KM er ekkert mikið að pressa svona þegar boltinn er í öftustu línu haukamanna. Þeir láta hann koma aðeins framar og þeir hefja aðeins meiri pressu. Rétt. Þeir eru að Gunnar með langa sendingu, Guðmann sterkur gegn Barros, vel gert hjá Guðmann. Ég verð að segja að það kemur á óvart að þeir sé að beita þessu lungu sendingu fram á Guðmann sem er, já, einn allra... Hann tapaði sennilega síðast skallaboltar sko... 99. Já, eitthvað, ekki fyrr sko, ekki seinna. Nei, það er frekar skrítin taktík fyrst mér að senda þessa háu bolta upp á von og ofan á Barros sem er frekar einangröður í framlínunni líka. Sjáum það er ekkert gríðarlega mikið að hlaupum í kringum hann, þannig að þessi taktík svona... Já, ekki að skilja neinu ennþá allavega fyrir hauka og kemur mér óvart. Já, við KM-menn eru hins vegar ennþá að berjast við að finna opnanir á haukavörðin, það hefur ekki verið miklar í þessum leik. En hér er Almar sem vinnur boltan, vel gert hjá Almari, aftur á Ívar, Archie með hann á miðunni. Archie finnur Hrannar út í hægra megin og Hrannar er búinn að vera mjög líflegur upp kantinn í dag. Eins og hefur áður komið fram, Hallgrímur á Hrannar, Hrannar tekur sprettin upp, hann er fyrirgefið á stöðu, við kemur fyrirgefinn og þetta er Gunnar Gunnarsson sem setur boltan frá. Virkilega góðu varnarleikur þarna. Já, og Gunnar Jones með hann núna. Hallgrímur rennur þátt fyrir nýja skó. Og KM vinna boltan aftur, vel gert. Vel gert hjá Hallgrími sem fær aðar sparkið. Já, hárréttur dómur. Eðvar flaggaði þessu aukaspyrnu og hún var hárrétt. Já, Ívar ætlaði nú ekki að dæma sindis mér. Nei. En aðstofadómarinn í fínni aðstöðu þarna rétt hjá alltaf að sjá þetta. Já. Og enn hættuleg aukaspyrna, nú þurfum við hins vegar að fá virkilega góða sendingu hérna inn í teig. Þær hafa ekki verið nógu góðar. Ekki góðar, þetta hafa verið margar. Já. Sjáum það að Hallgrímur tekur þessa spyrnu, kemur þá með snúning frá markinu. Sjáum að Davíð Rúnar býður í öftustu línu með Hrannari. Þannig að Guðmann er á staðunum og Archie og Alexander í sníkinu fyrir utan. Sjáum hvernig þetta æxlast.
Stuðningsmenn K.A. syngja skora, K.A. skora. Við eftir haukamanni sem að binda skófeng sinn. Já, frábær tímasending að skora núna, rétt fyrir hálfleikinn. Já, ég er sammála því. Já. Það þarf að brjóta ísinn með einhverju móti. Þetta er fínt tækifæri til þess. Og þá er það Hallgrímur. Hér kemur flauti frá Ívari. Guðmann tekur hlaupi á nær. En þetta er skallað aftur fyrir. Þetta er fín spyrna að setja henni í hættusvæði. Elvar Árni var þarna klár en haukamenn setja þetta aftur fyrir. Þriðja hornspyrna gámanna, alla sömu megin og það er Hallgrímur sem að býst við að spyrna. Marka mínútan mikla að renna upp, 9 sekúndur í hana. Hér kemur spyrnan. Alexander í. Þetta er ágætt færi. Já. Alexander kemur ekki markið. Hann var aðþrengdur þarna, fín varnarvinna hjá haukamönnum. Þannig að haukamenn fá markspyrnu og Terrence þarf að spyrna frá markið með sínum hægri fæti. Fyrst og annar kallar Hranna, þar vitnar til að hann vilji bæði af sínum menn vinni fyrst og annan boltan. Það er Alexander sem hætti við þennan skallabolta. Haukarnir inn á Gunnar Johns, ég hafi baráttunum við 2, Ívar gerir mjög vel. Og við reynum að spila okkur út úr þessu. Archie finnur Hrannar hægra megin. Hrannar með boltan ennþá, finnur Ella í lappir. Elva reynir að setja hann inn á Almar en ekki tekst það. Þannig að Hrannar fær pressu í bakið, finnur Archie í lappir. Archie gerir vel gegn tveimur. Missir hann, nei. Erfið sending hins vegar hjá Archie þarna á Alexander. Sending, en hann er enga stund að vinna þetta tilbaka. Já. Sterkur Archie. Mjög sterkur. Hrannar gegn Gunnari og þetta yngastega K.A.-menn. Já, þetta yngastega, nei. Hrannar ekki sammála þessum dómi. Sáttir við þetta. Þetta var rangur dómur. Við ætti hérna beint fyrir framan okkur. En það er Daniel Snorri sem ætlar að kasta. Kastar honum fram á Gunnar Johns sem að skalla beint á Alexander. Miðað við hvað Alexander og Archie eru búin að vinna marga bolta í þessu leik og myndi halda að haukarnir héldu að þeir væri með þeim í liði. Já. En gríðarlega öflugir og rétt staðsettir oft á tíðum. Já. Alexander með sendingun yfir á Ívar og hér kemur Grímsi býðis í hlaupið sem á Júræ. Júræ skallar hann inn í. Alexander Freyr, Hallgrímur vantilega rángstæður. Nei, hann er réttstæður og kemur. Rétt framhjá. Og þetta er hornspyrna. Haukarvörðin stoppaði eins og hann lagði sig. Vel bjargað hjá haukunum. Sjáum þetta endursýnt. Hér kemur Ívar, gerir mjög vel á Júræ sem skallar hann fyrir Hallgrím. Hallgrímur í baráttunni og hérna heldur allir að vera rángstæði því að þeir stoppa hann nánast. Grímsi með skoti sem að er aftur fyrir. Hérna á að komast fyrir þetta. Nú er hornspyrna sem er þá réttu megin, eða þess hinu megin. Fjórða hornspyrna K.A. leiknum, hún er tekin hér. Og þetta er afskallan! Og rétt! Alexander er erfið í stöðu. Komið aftur í tegin Archie, skallar hann. Það er mikið baráttan boltan. Hallgrímur fær hann hana, Archie, Ívar Örn á Júræ með sendingun. Fær annað tækifæri eða hvað, hornspyrna. Önnur hornspyrna. Þetta var hættulegt. Hvað gerist núna? Þetta var hættuleg hornspyrna og Archie náði fínum skalla. Vantaði ekki mikið upp á að ná honum á. En við tökum hann á stutt að Grímsi á Júræ. Júræ með sendingun eða skotið eða hvað. Ívar var hann á fjærstönginni. Og þetta er markspyrna. Styttist í hálfleikinn hér. Væntanlega engin uppbótartími hjá honum Ívar Erni í dag. Lítið búið að vera meiðsli og sem betur fer í fyrri hálfleik. Já. Og dæma vel. Já, ekkert upp á hanna. Sakast. En Terrence býst við að sparka á marki. Ég veit að Túfa væntanlega. Já, hér kemur flautið. Það er bara engin uppbótartími og staðan í hálfleik er 0-0. Hjalti, þú vilt nýta tækifæri að renna yfir stöðunni í öðrum leikjum. Já, fram er ennþá 2-0 yfir á móti Þór, 88 mínútur búnar þar og Háká er komið yfir á móti Leikni í Reykjavík, 35 mínútur búnar þar og ennþá markalausu Fjarðabyggð og Leikni í Fáskrúðsfirði í Austfjarðaslag eftir 30 mínútur. Óvænt staða í leik Háká og Leiknis. Já. En það er spurning, það er mikið eftir þar eins og hjá okkur 0-0 í hálfleik. Háká verið mun sterkari aðeins þá án þess að skapa sér mikið opnum færum. Við ætlum sökum veðurs að fá okkur 2 kaffibolla. Já, við hefum það alveg skilið. Já, og hlökkum til að sjá okkur eftir 15 mínútur. Takk í bili, ekki fara langt.
æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það er varið og hann er frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi er búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA.
sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Já, verið velkomnir aftur á skjánum, landsmenn góðir. Hér erum við að fara að fá seinni hálfleikinn á leik KA og Hauka inn Kassodeild karla. Staðan 0-0 eftir fyrstu 45 mínúturnar og mér sýnist í fljótu bragði engin breyting hafa orðið á hvorugu liðinu. Engin skipting, staðfest, en leik Þórs og Fram í Laugardalnum er lokið. Já, hún lauk með 2-1 sigri Fram. Þórsarar skoruðu uppbót á tíma, Gunnar Örvar Stefánsson sem við þekkjum nú vel á 95. mínútu. 2 rauðspjöld, Alex Freyr Elísson og Framari og Óskar Jónsson Þórsari fengu rauðspjöld, en sterkur sigur hjá Fram og HK er svo yfir á móti Leikni 1-0 í hálfleik. Já, heldur betur óvænt þar, en það er þessi leikur hérna fyrir framan okkur sem skiptir máli. KA 0, Haukar 0 eftir 45 mínútur. Og Ívar Orri Kristjánsson býst til að flauta til síðari hálfleiksins og það gerir hann núna. Næstu því. Frábær. Það kemur hér. Þannig kemur þetta. Archie og Alexander skipa djúp meðinu með henni á KA ennþá. Hallgrímur, Almar og Júra fyrir framan. Það er spurning hvort það hafi verið áherslu breytingar hjá liðunum. Ég held nú að Haukarnir hljóta að halda sig við það sem þeir hafa verið að gera í þessum leik. Þeir eru örugglega mjög sáttir við jafntefli hérna útivelli. Klárlega. KA-menn aftur á móti þurfa að finna glufur á vörn gestanna. Já, og hér er Rækur sem spyrti frá marki. Elvar Árni í baráttinu fær press í bakkið og það er Haukar sem hýrða seinni boltan. Arnar Aðalgeirsson gerir það.
Sendir tilbaka á Gunnlaug, Fannar í vörninni. Og Haukar spila honum í öftusi 3. Það er Elvar einn að pressa, Haukar að spila með 3 miðverði eins og við komum inn á í fyrri hálfleik. Sama leikjur notuð ásvöllum í leiknum sem fór 4-1 frá Hauka. Júra í baráttunum við 2, kemur hann tilbaka á Ívar. Ívar fram á við, en þetta er Fannar, Alexander fyrirgefið fyrir liði Hauka. Hann er ennþá meðan Alexander á gulu spjaldi. Ívar tekur boltan niður, Ívar spilar í Old Fashion Copa Mundial í dag. Ánægður með hann. Geggjaður Ívar átna. Hrannar upp kantinn. Já. Reynir að finna Almar, tekst ekki, leitar að Archie á miðunni. Alexander inn á Elvar í lappir, Elvar fær tæklingu. Hallgrímur í baráttunni. Hallgrími, haldið í hann heldur áfram. Finnur Júra, þetta er uppáhaldstannars Júra, 1 gegn Birni. Nægur tími. Fyrir markið! Og þetta er komið frá, Almar kom hann á ferðinni. Já, hættuleg sending. Hann har boltið að káa, já. Þetta var vel lest í Haukunum. Ívar Örn er langkastari, en hann setur hann stuttan á Alexander tilbaka. Við erum ennþá Nægur með tími. 2-3 menn á teiknum, Hallgrímur gegn Birgi, Ívar í hlaupunum með honum. Ívar vildi fá hann, það er engin spurning, þetta er slök sending á Grímsa. Gunnar Johns, langa sendingu fram, glóruleg sending, beint á Davíð. Ég held að Barros ætlaði að hlaupa þarna. Ég sama hversu snöggur Barros væri, hann aldrei á þessu bolta. Nei. Grímsson tók ranga á hverju náðan. Fæði boltan aftur. Hvað gerir hann hér? Ívar, yfir á Guðmann. Fyrstu mínúturnar benda til þess að verði sami bragur á í fyrri áleik, káa menn halda boltanum. Hér er Almar, finnur Hrannar hægra megin, aðeins og fastu bolti og Hrannar næri ekki til hans. Og enga sem Haukar eiga. Kaffi gott í hálfleik. Mjög fínt kaffi eins og alltaf Já. hér á Akureyravelli. Við tókum með okkur stóran boll út. Það er Hrannar, Barros, gerir vel, vinnur seinni boltan, en Guðmann hirðir hann af honum að sjálfsögðu. Og þá er það Haukarnir sem kýla hann langt fram. Gunnar Jökull í pressun á Rækó. En Rækó finnur Alexander stutt í lappir. Alexander finnur Guðmann. Já, Fínu pressa frá Haukamönnum núna. Já. Og endar það Alexander neglir honum fram og það er Júra sem að fæ Birgi í baki og Birgi vinnur hann að bolta og Haukarnir taka seinni boltan líka. Vel gert við Elvari, vinnur boltan. Grímsa vinstra megin, Júra með sig líka. Kemur honum inn á Grímsa. En Birgir gerir vel, frábærlega gert hjá Birgi. Já, það var vel lest hjá honum. Vel gert hjá Elvari að vinna boltan þarna en náði ekki að finna mann. Ívar gerir mjög vel þarna. Arnar gegn Ívari. Mikil barátta þarna á Alexander í tæklingu, vel gert hjá Alexander. Ekkert af þessu. Þetta er bara innkast. Haukarnir voru eiginlega byrjaðir að öskra áður en að tæklingin kom. Glórulaust öskur hjá þeim. Ívar biður menn bara að slaka á. Hárrétt. Völlurinn fór svolítið ítlaðið okkur á honum. Aðalega völlurinn sé áhyggjur af. Já, Hrannar er líka komin yfir þannig að hann getur ekkert lagað þetta núna en Ívar vinnur enda líka á vellinum, þannig að við kannski fáum hann til að stýra þetta niður eftir. En þetta vinnur Grímsi vel og Archie ber boltanu upp. Mikið tími sem Archie hefur núna. Já, vantar eitthvað með sér þarna. Finnur Guðmann. Guðmann með nóga tími í öftustu línu. Haukarnir ekki mikið að pressa okkur. Archie á Alexander. Alexander á Hallgrím. Hallgrímur. Finnur bróður sinn, nei. Snögg sending aftur á Grímsa. Daniel Snorri með henni öftustu línu. Hrannar í pressunum, Hrannar svolítið framalega. Það er spurning á Haukarnir hvort hann reyna að nýta sig það, nei. Maður vill kannski hreinlega sjá Grímsa bara taka menn á, hreinlega. Já. Bara reyna að prjóna sig aðeins meira í gegnum þetta. Engin spurning. Fá þríhyrning eða eitthvað slít í staðan fyrir að reyna þessa háasendingar. Engin spurning, en hér er það Gunnar Gunnarsson sem gerir vel. Vinnur boltan Aron Jóhansson, hann getur spillt boltan langt fram og það kemur löng sending fram á Arnar sem blir kaplu við Ívar. Þetta er fín sending hjá honum, en vel gert hjá Ívari. Já, mjög gott, Ívar sterkur. Haukarnir halda boltanum. Já, og nú er það Birgir Magnús, en Davíð Rúnar les vel. Það var stórhættulegt. Nú eru þeir kannski fámennir í vörninni, en kemur hann að þetta var hættuleg sókn. Já, engin spurning. Hjá Haukunum. Engin spurning. Þetta var Gunnar Jökull sem að var þarna með boltan. Ívar flautar hér. Aukaspyrnan dæmd á Hallgrím. Það var Aron Jóhansson sem að féll við eftir að hafa sendt boltan og Ívar dæmdi Hallgrím brotlegan. Og Aron hótar í að taka hana fljótt, gerir ekki. Róar þetta bara niður. En Aron ætlar samt að taka þetta. Nei. Barros hefur skipt skó í hálfleik, það kemur ekki óvart. Mér sýnist hann allan að vera í hvítum skóum. Já, hann var í bleikum í fyrri.
Áhugjörnum fyrir okkur káamenn, þetta er Það gerir Arnar. Barros hérna. Arnar gerir vel en Davíð Rúnar Kemur út af. Davíð Rúnar klárlega lært það fyrir leiknum. No nonsense, kemur þessu bara út af. Direkt. Ekki flókið. Hér eru að haukarnir með innkast Birgir, Magnús. Og finnur Barros, en Archie sterkur, vinnur þennan. Aftur á Guðmann. Guðmann með daparsendingu hérna fram á völlinu, þetta er Gunnlaugur. Reyna fyrir stunguna Barros. En Ívar nær að koma þessu á Rækó. Ívar réttum á réttast að því að Davíð Rúnar rann til. Og Rækó með langarsendingu nú spilum við með gjólun í baki, er hann þá nett gjóla. Elvar gerir vel. Elvar skalla þess áfram en einn af miðvörðum Hauka gerir vel. Og þá er Alexander Freyr. Settur hann upp miðuna og þar er engin annar en Guðmann. Alexander Trínsins í lappir. Og Elvar. Og Almar, Archie. Náum að leysa þetta. Júra og Hallgrímur kalla boltan hérna vinstra megin. Hallgrímur 1 gegn 2. Alexander er tvímennar reglulega á Grímsa þegar hann fær boltan. Ára Archie. Og yfir á Hrannar. Fín hreyfing á boltanum með kámi núna. Já. Hrannar á Alexander. Alexander getur myndað skotfótinu eða hvað. Nei, leitar að sendingunni. Hallgrímur 1 gegn 1. Reyna að koma sér skotfæri. Það er aukaspyrnu. Þetta er hárrétt og hann er bara heppinn. Eða kannski ekki heppinn, en hann er á gulu spjaldi. Þegar menn er að brjóta þarna er nú alltaf... Já, hann þarf að passa sig. Þarf að passa sig. Þetta er það sem við köllum eftir aðan. Grímsi á, bara taka menn á. Sérstaklega menn sem eru komnir á gult spjald. Já. Grímsi er alveg gríðilega góður í stöðin 1 á móti 1. Og þetta er hættuleg... Já, hættulegt færi, skulum við segja. Þetta er hörku skotfæri. Það er spurning hvort að Júra eða Grímsi spyrni þessu báðir. Spyrna vel, sérstaklega með hægri fæti. Og völlurinn er blautur, hann er spurning hvort þeir reyna að láta hann skoppa eitthvað. Já. Og þetta er erfitt fyrir Terrence, en Ívar Orri er ekki með spreyið í dag, ég býrum vonbrigði með það. Hann segir mér nú að passa hendina. Já. Alexander er eitthvað að væplast í veggnum hana. Það verður að muna í hvoru liðin hann er. Sára saklaus. Já. En haukarnir eru með 4 í vegg og 2 í kringum Alexander síðan. Alexander færi svo úr veggnum, býr til gatið, hann er að hreyfa sig, spyrnur á Grímsa, beint í Barros. Slöggspyrna. Mjög. En Grímsi fær hann aftur, tapar honum, og nú þarf hann að brjóta. Nú, hann þarf að brjóta. Hann næri ekki að brjóta einu sinni. Barros 1 og 1 á móti Guðmanni, Almar á eftir honum. Hrannar lokar. Og Gunnar Jökull, Gunnar 1 gegn Hrannari. Og Hrannar gerir vel. Hrannari. Þetta var ekki nógu leyst hjá kámunum. Heldur betur ekki. En Hrannar bjargaði sem bjarga varð og Guðmann hægði vel á sókninni. En þarna sjáum við spurning hvort að við verðum ekki bara að segja að Almar hafi verið pínu skynsamur því að Almar hætti við að brjóta á Barros. Almar er náttúrulega 3 gulu spjöldum. Já, samanlega. Þarna sáum við nú Barros svona kannski það fyrsta sem við sjáum eitthvað frá honum þegar hann fær smá plast, þá er hann greinilega mjög skæður. Hér kemur hornspyrnan, Aron Jónsson með hana. Almar. Margur Knár Tómasson Smár. Og það er Birgir sem fær hann hérna í öftustu línu. Engin press á honum, hann lyftir hann upp í hornið og þar er Hrannar, 1 á 1 sjó. Já. Svo fallið á bolti. Já, og hann skallar hann á bróður sinn sem er í baráttunni við 2 haukamenn. Haukamennir hafa betur og þeir spila hann aftur í öftustu línu á Gunnar Gunnarsson sem að reynir enn eitt svona háan boltan inn. Þeir hafa ekki verið áhrifaríkir í haukunum í dag. Nei, Guðmann skallar þetta bara Ívar sem að dundrar þessu svo fram. Og káamenn, pressuna. já, káamenn geta lyft sínu liði. Komur sér í stöð aftur. Já, það er Gunnar með hann og hann setur hann yfir á Gunnlaug. Aftur á Gunnar. Og þá yfir á Alexander Frey, fyrirliða haukamanna, hafnarfjarðarliðsins. Lyftur þessu upp í hornið. Ívar í baráttunni 2, það er Birgir Magnús sem er gegn Ívari með Arnar. Arnarsson kemur þessu aftur á hann. Þetta er vel spilað hjá haukunum og Guðmann. Vel gert til Guðmanni. Já, mjög gott. Og Elvar Árni nær ekki að taka boltan með sér. og þeir senda hann aftur á Terrence. Elvar pressar Terrence og Hallgrímur pressar síðan Gunnar. Haukarnir í vandræðum. Nú þarf meiri pressur á kámunum, Alexander kemur á fullri ferð og þeir fyrir að losa hann langa fram. Það er Ívar, lætur bolta að skoppa, ekki gott. Og Arnar inn á Barros, Barros tekur hann með sér, nú er hann, sækir hann. Eltir, upp í hornið. Barros með fyrirgjöf, en Archie rennur til, Arnar Algeirsson með boltan fyrir utan teginn, finnur Aron Jóhansson. En Aron þarf að senda hann út á Daniel, Snorra Daniel með fyrirgjöf, það er Barros sterkur. Taka niður.
Reynir Rabona hana. Hefnaðist ekki eins. Hefnaðist ekki. Skemmtileg tilraun. Þetta er ekki rángstæða. Nei, hann var okkar vallarinn mikið og nú er Elvar með honum. Nú þarf hann að finna sendinguna. 1-1 og dettur hér en heldur áfram. Já. Og má ekki við marknum hér. Ekkert dæmt á þetta réttilega held ég. Vildi fá aukaspyrnu Hallgrímur hann, en fékk ekki. Nei, hann talar hérna við Elvar, bendir á að þeir þurfa að vinna aðeins betur saman þarna í framlínunni. Já, hann vantaði þarna eitthvað connection. Haukamenn aðeins að færa sig upp á skaftið, þetta var ágættir sóknuði með hann. Og hér kemur langur bolti og miskilningur í K-vörðinni, Guðmann og Ívar í baráttunni. Guðmann kemur þessu frá. Já, Ívar Örn, 1 gegn 2, Júra ekki nógu með duglegur hjálpa til bakkan núna. En þetta er beint á Rækó. Þetta er fyrsta skot Haukamann á marki í leiknum. Ef að skotskíði telja. Og þá er það Hrannar. Leikurinn kannski aðeins og opnast. Já, en við sjáum við sækjum núna á 4 mönnum gegn 7 eða 8 Haukamönnum. Löng sending á Almar. Almar gerir vel að taka niður eða hvað? Nei, þetta er markspyrna. Það er spurning hvort að Haukarnir opni sig eitthvað eða þeir halda áfram að sækja. Já. Það er spurning hvað þú hefur sagt við strákan í hálfleik. En hann var nú eitt sem hafði orðað í hálfleiknum við mig að þetta myndi óneitanlega á fyrri leik liðanna. Já. En þá voru Haukarnir konur yfir á þessu tímapunkti. Og hér er það Terrence sem var Júra í baráttunni, Arnar Algeirsson með seinni boltan en Ívar vinnur vel. Setur hann upp og nú kemur bara Elli í pressun á Alexander. Alexander erfitt hjá Haukonum að koma boltanum. Sendi ekki aftur á Terrence, það þarf að spyrna hann langt fram og Gólan grípur í þennan. Þetta er Archie gegn Aroni. Archie sterkur. Inn á Ella sem væntanlega rángstæði, nei, ekkert flaggað á þetta og þetta er Gunnlaugur með langa sendingu. Ég er ekki með þér sko núna. Ég er með svart frá þér sko. Ég sé ekkert frá þér. Við erum konum mynd á skjáin hérna. Auðvitað veistu það. Já, við byrjumst afsökunar á myndtruflunum sem hafa orðið. Við erum að reyna að finna út úr þessu hér en við vorum að segja á hana að Elvar Árni var í gríðilega góðu færi. En brást bógaleistin og vildi fá vítaspyrnu sem ekki var dæmd. Já, vantaði nú ekki mikið upp á hann næði að klára þetta en Haukarnir komist fyrir þetta, svo leikur hér einn Haukamaður. Og leikurinn Aron Jónsson. Stopp, 0-0 fyrir það sem voru að koma á skjánum. Já. Og einhverjar 60 mínútur rúmar búnar að leiknum. Það er spurning hvernig Túfar sér fyrir sér síðasta hálftíman ef að staðan er áfram markalaus og Káa þarf að skora. Já, slétt 60 mínútur búnar. Og þarna segast vildi Lúka Korsins fá guldspjald á Hrannar sem að fór þetta í tæklingu sem honum fannst ósanngjarnt að hans mati Ívar og dæmdi aukaspyrnuna en Hrannar fekk ekki spjaldið og það er gaman að því að Guðmann sem sennilega elskar ekkert Hauka lét Lúka heyra það. En Guðmann með missetna sendingu og það er Barros sem er að sleppa í gegn og Barros í dauðafæri. Hann skorar! 1-0 fyrir Hauka. Þetta var vel gert hjá Haukum. Nú þarf að Káa menn að rífa sig upp á þessu. Við fáum ekki, náum því miður ekki endursýningu á þessu. Þeir náðu þarna að spila sig í gegnum vörnina. Guðmann kom út úr stöðu, elti manninn og mista hann svo frá sér. Já, þetta var ekki nægilega vel gert hjá Kámanum. Þetta er fyrsta og eina færi Hauka í leiknum. Já, þetta er það langbesta sem að þeir hafa sýndir í dag og það skilaði marki. Leikbann þeirra að ganga fullkomlega upp en að samanskapi Káamenn þurfa núna heldur betur að rífa sig upp. Já, Túfa öskrar sína menn áfram. Káa verið miklu sterkari alveg náðum að skapa sér mikið. Kemur sending frá Alexander á Júræ. Júræ býður sér hlaupið, Grímsson er að finna hann vel gert hjá Grímsa, Júræ. Júræ næri sem bolta vel gert. Þeir pressa 2 á Júræ. Og Júræ fyrir ekki á stöðu eða hvað. Finnur Grímsa í lappir, Grímsson og Elvar. Elvar, nú þarf að koma bara alltaf svara þessu strax eða hvað.
Það er Júra, 1 gegn Birgi. Júra tekur, tjekkar inn. En þetta Skotið en þeir komast fyrir þetta Haukarnir. Já, Arnar Algeirsson. Nú má búast við því að raðir Hauka þéttist enn frekar. Hér kemur Archie. Guðmann skallar þennan frá á Alexander sem er með mann í bakkinu. Gerir vel, kemur svo Hallgrím. Og Hallgrímur neldur niður og aukaspyrnan dæmd. Guldspjald væntanlega hvað? Nei. Ívar gefið þeim sénsinn en það. Hallgrímur ætlaði að taka þetta snöggt á Elvar. Spilum tilbaka hérna fyrirliðin á Archie á miðunni. Það finnur strax að það verðist svona komin Pínu ákefð í káaliðinu núna sem var ekki á hann. Hallgrímur. Menn eru 1 gegn 1 hérna vinstra megin. Eða 2 núna reyndar. Ívar kemur í aðstöðunu upp, fær boltan hér. Ívar með fyrirgjöfun, hún er beint aftur fyrir. Ekki ánægð með sjálf og sig þarna, Ívar Árnason. Við erum enn í einhverjum vandræðum með myndina, byrjus velvirðingar á því. Við vonum að þið heyrið vel í okkur hérna frá Akureyrarvelli. Haukamenn taka sér núna allan þann tíma sem þeir geta. Ívar strax farin að flauta á markmanninn. Terrence, ég geti trúið að hann ekki gullspil í dag. Já. Óalan tíma tekur þetta. Kemur spyrnan. Júra í baráttunni við Birgi, Júra gerir vel, vinnur þennan bolta og Alexander seinir boltan. Og þetta reynir að koma hann inn á Hallgrím, Elvar, missir hann. Menn er ennþá að renna hérna. Boltinn sendur allalega aftur á Terrence sem tekur hann í fyrsta. Golan grípur þennan og Alexander gerir vel. Og nú vilja þeir væntanlega fá hann tilbaka. Nei. Alexander ennþá með hann á miðunni. Finnur Júra í kantinum. Júra tjekkar hann á miðuna. Finnur einhvern til að senda, jú, Elvar í lappir. Elvar kemur hann yfir á Hrannar. Hrannar með tíma. Hrannar getur gefið góða fyrirgjafir. Margir menn í teiknum. Hrannar reynir að taka Gunnar á og fær inn kast. Þetta aðeins í annað skipti sem KM lendi undir á heimavelli í sumar. Hitt skiptið var gegn Keflavík. Sá leikur endaði 1-1 þegar KM skoraði á lokamínútunum útspinnu. Archie í baráttunni við Gunnar Johns og fær inn kast. Túfa er að ráða ráðum sínum á hliðlínni, líklega í huga skiptingu. Jöp. Archie í baráttunni. Hann er ekki ennþá kallað neitt til þó allir varamenn KM séu hitt upp. Jú, það er kallað á einhvern. Það er Orri Gústafsson sem er kallaður á vettvang, framherji. Og Júra reynir hérna að senda ykkur fyrsta inn fyrir, en Haukarnir sjáu þessu. Haukarnir, það er sko, ég held að séu allir Haukaleikmenn innan við 35 metra línuna. Alexander á Hrannar, þetta leist Daniel vel. Leikplan eins og Hjalti kom inn á þann, leikplan Hauka við gengið fullkomlega upp hingað til. Og Archie á kemur þessi yfir á kantinn. Hallgrím. Sjáum það, K.A. hefur strax sett auka mann í sóknina, má segja. Sendingin inn í teiginn. Sjáum það eru fleiri menn komnir inn í teig hjá K.A. eftir þetta mark Hauka. Terrence tekur sér tíma. Já, en þeir eru strax augljóslega og kannski eðlilega fyrir þá farnir að tefja eins og þau geta. Þeir gæti ekki verið sáttar með stöðuna. Nei, spyrnan er lág, Ívar klifrar upp á baki á Arnari, hérna kemur boltinn beint til okkar. Aukaspyrnan dæmd. Þeir taka sér góðan tíma í öll fyrst leikatri, skiljanlega. Kemur bara direkt upp miðuna. Já, Alexander Freyr með þessa spyrnu, fær hann aftur. Elvar kemur eins og stelur honum. Vel gert hjá Elvari, svo er Alexander fundinn í lappir og Almar. Og Alexander aftur, fær mann í bakkið. Skýlir boltana vel gert hjá honum. Ívar, finnur Guðmann yfir. Þetta er vel leist. Guðmann ætlar sér bara í sjóknuna sjálfur síns mér. Hrannar Björn. Þetta gera Haukamenn vel, Aron Jónsson gerir vel hérna. Tapar boltan Hrannar og hér spyrna þær eins og það bara fyrir stúku. Gunnar Gunnarsson gerir það. Og Hrannar með innkasti strax á Almar, en nú vantar KM-inn í teginn. Almar reynir fyrirgjöf og fær hornspyrnu. Já, nei! Þetta er markspyrna.
Hann fór aftur í Almarni, ég held reyndar að Almar væri fyrir aftan línuna þegar hann fekk boltan í sig, en svo virðist ekki það hafa verið. Orri Gústafsson er klár á hliðarlínunni. 67 mínútur tæpar liðnar að leiknum. Terrence með markspyrnuna. Og hér kemur spyrnan, hún er upp miðan völdin. Alexander lætur Barros aðeins finna fyrir svo og nú fær Júraði finna fyrir, ekki dæmt. Ívar Leifir pínu hörku. Já. Nú kemur skiptingin. Orri kemur væntanlega inn á, myndi trúa að annarkvort Archie Alexander kom inn á út af, já, það er Archie kemur að velli. Þá er Túfa bara hreinlega að fórna miðjumanni fyrir sóknumann. Já, getur trúa að Almar dytti niður í stöðunum sem hann spilaði, eða kann að spila, sem er hliðin á Alexander á miðjunni. Og Orri komi út hægra megin eða í 10, þetta er svona verið svona hringla á þeim fremstu mönnum. Já, eins og nú oft á fremstu fjórum hjá Káa. Já. Orri uppalinn Káa-maður, mikill iðnaðarmaður. Já. Elskar að sjá hann spila. Nei, hér er það Guðmann. Og yfir á Hrannar. Og Alexander með tíma. Út til vinstra minn og Ívar Örn. Ívar og Júra. Júra og Alex. Alex gerir vel, sleikur honum með bringunni á Hallgrím. Þvílíkur leikmaður. Sjá það að Almar er komin í að dreifa boltanum hérna á miðunni. Já, nú þar. Strax með sendingu um á kantinn sem að haukamenn ná að komast inn í. Já, Terrence þarf að sparka frá og Almar í baráttunum við Barros sem er gríðarlega sterkur. Já, sjáum þannig að strax eins var þarna hefði Archie verið í baráttunum við Terrence og hann hefði nú mögulega haft betur þá. Hendi dæmd á Guðmann sem er ekki ánægð með þennan dóm. Nei, hann var með hendina alveg fyrir líkamann og hann fekk hann svona í brjóstið og hendina sinns mér en... Drangur dómur. Kemur Aron Jóhansson með skiptingunni yfir. Ívar í baráttunum Arnar Algeirsson. Ívar hefur betur en Birgir tekur seinni boltann og reynir að spyrta honum aftur inn en það er Ívar aftur. Og Júra er núna með boltann, finnur Hallgrím. Hallgrím heldur honum inn á, vel gert hjá Grímsa. Og Grímsi með nóga tíma hérna, finnur Júra í hlaupið. Kemur Gunnar í gríðarlega pressu á hann, Gunnlaugur fyrirgefið og Júra með sendinguna fyrir Elvar með tíma, Orri! Orri líka í baráttunni en... Terrence liggur eftir, ég veit nú ekki af hverju. Nei, Orri hefur líklega eitthvað farið í hann. Sjáum endursýningu á þessu. Frábærlega gert hjá Grímsa og Júra. Og við sjáum Elvar taka hlaupið á nærstöngina hérna. Ég hef verið svo Grímsa klára hlaupið inn í samt. Já. Og Orri fór hérna... Orri stígur nú. Já, vonandi er að lagi með Terrence. Veit að Ívar stoppaði klukku sínum leið. Terrence leikarindur markvörður sem ætlar að vinna sig hver einustu sekúndu sem hægt er í dag. Það eru nýja fréttir af úr kórnum. Það eru HK í 2-0 gegn Leikni Reykjavík. Og Fjarðabyggð 2-0 yfir á móti Leikni Fáskrúðsfirði. Og nú er nýhafinn leikur Grindavíkur og Hugins suður með sjó. Hér er löngsending fram, Guðmann eldir þetta og kemur sér tilbaka á Rækó sem að sparkar langt fram. Júræ í skallan, haukamenn skall út af. Og hér er skipting, haukamenn með tvöfaldaskiptingu. Nei, þeir voru ekki tilbúnir, eitthvað samskiptaleysið þarna hjá aðstöðardómarunum og Ívari. Káamenn ekki ánægðir með þetta og láta Ívar heyra það. Hann bendir þess að hann hafi stöðvað klukku sína, róar menn aðeins. Já. En það er komin ákafi í Káamenn og... Sjáum Pétur Heiðari kallaði til á varðanbæk Káa. Löng sending frá Guðmanni og haukamenn skallaði út af. Þetta er innkast sem Káa á. Innkast á hættulegum staði, hægt að orða það þannig. Ívar getur kastað boltana langt. Davíð Rúnar er komið fram og Alexander hleypur inn í teig líka. Og hér kemur innkastið, það er langt fram. Og Alexander skallar frá og síðan Birgir. Þetta er á Hallgrím sem skallar hann aftur inn í. Þetta er skallatennis hér núna. Almar skallar inn í og haukar ná að bæja hættinu frá. Já. Nú er Hrannar gegn Barros, Hrannar gerir vel, eða hvað, já, og Hallgrímur síðan mættur að hirða Barros boltan. Vel gert. Bæðurnir ná að koma þessu þarna áfram. Og Alexander finnur Guðmann, Alexander skynsamur. Sjáum það Almar, Káamenn leita strax á Almar á miðjunni til að bera boltan upp völlinn.
Haukarnir þéttir tilbaka. Alexander var mann í bakið. Finnur Hallgrím sem finnur Hrannar. Og nú eru KM-menn í boxinu. Hrannar gefur hann fyrir með vinstri og hausinn á Alexander. Rétt framhjá. Fínt færi. Alexander nær ekki að stanga boltan alveg nógu vel þarna. Þarna vildi Alexander gera betur. Sá það að Hrannar beitti þarna vinstri fætinum og sendi fína fyrirgjöf Mjög góð fyrirgjöf. Og nú kemur skiptingin. Ívar lætur Terrence aðeins heyra það, segir honum að vera ekki að taka sér tíma í spyrnur sínar. Aðvarar hann. Það eru þeir Birgir, Magnús Birgisson og Aron Jóhannsson sem kom út af, eða ekki? Birgir hættu að fara út af. Þannig að það er Alexander Helgason. Já. Það er fínt að fækka með Alexander, þeir eru 3 inn á. Gæti að valdi áhorfandi með einhverju ruglingi. Sjáum ekki alveg hverju kom inn á. Ívar gefur þess merki, hann er með klukkunum svona að stoppa það. KM-menn eru að pirra sig á því að Haukarnir taka langa tími í þetta. Já. Skiljanlega. En inn á koma leikmann nummer 28. Haukur Björnsson. Og 29. Hákon Ívar Ólafsson kom báður á miðuna. Kom báður djúpur á miðuna. Þannig að Haukar er konum 5 í vörð og 2 djúpa. Já, það var þéttar raðirnar. Eðlilega þeir eru að vinna hérna 1-0. Hér kemur sendingin fyrir, þetta er væntanlega hirði Terrence. Terrence tekur sér tíma. Nei, slögspyrta hjá Terrence en Haukarnir snöggjar átta sig og bjarga því sem bjarga verður. Guðmann aftur á Rækó. Rækó fær Barros í pressuna og það er að spyrta honum inn út í hægra megin. Það er Orri, nær ekki til knattarins. Þannig að, jú, gera það núna og Almar upp á Elvar Árna. Elvar Árni í baráttunni við Gunnlaug Fannar. Gunnlaugur gerir vel. Já, vel gert hjá Gunnlaugi. Og Gunnlaugur spyrnir boltan á langt fram völlinn. Og þá var það Barros í baráttunni við Davíð. Barros búinn að skila sínu í dag, komið með mark á töfluna. Og Hrannar skilir boltan og hún fær innkastið. Pétur Heiðar gerir reiðubúinn að koma inn á. Og það er þá væntanlega... Ívar kallaður af velli. Þetta er vinstri bakvörður út. Pétur... Það er þá bara 3 manna vörn væntanlega. Já. Eða nema hann setji Alexander eitthvað niður og Davíð færi sig út. Ég... Já. Gerir mér ekki alveg grein fyrir en ég veit að Pétur getur spilað hvaða stöðu sem er á vellinum. Já. Allt múlímann. Allt múlímann, já. Jú, mér sýnist að Alexander var að dottið niður líka. Og það var Almar. Ekki alveg nægilega nákvæmt. Guðmann í Barros, Guðmann gerir vel. Já, vel getur Guðmanni. Pétur nýkominn inn á hana. Svo það Alexander kominn hana í öftustu víglínu hlið Guðmann. Davíð Rúnar fyrirliði dettur í vinstri bakvörð. Sennilega í fyrst skipt sem hann spila vinstri bakvörð. En það er Hrannar með tíma hérna hægra megin. Og Hrannar með skiptinguna. Engin káamaður á vettvangi þarna. Spurning hver hirði þennan, Júræ á Alexander tríðin sitt. Alexander á væntanlega að stýra spilin úr vörninni líka, hann við frábæran spyrnu hót. Finnur Hrannar og Hrannar með fyrirgjöfuna á Elvar Árna og Elvar Árni með skallan en þetta er yfirmarkið. Já, hittir hérna vel á Elvar en hann er ekki skallamarkið, þetta er erfitt. 75 mínútur á klukkunni, 15 mínútur stefni fyrir KM-menn í aðna leikinn. Já, þeir hafa hreinlega ekki fengið mörg góð færi í seinna áleik. Alls ekki opinn færi eða eins og segið góð. Hér kemur Terrence, Guðmann, skallar hennar framvöllinn og það er Hallgrímur sem fær Alexander Frey. Ó, hér kemur hætturspark. Já. Pétur tekur á stutt. Elvar í lappir aftur á Pétur, Pétur út á Júræ. Pétur snöggur aftar sig þarna. Júræ á Elvar, Elvar fær mann í bakið. Orri rángstæður eða hvað? Nei, ekki rángstæða en Haukamenn vinna vel út úr þessu. Kom boltanum frá. Birgir Freyr sendi þennan beint í innkast. Og það býst Júræ við að taka, já. Reynir að finna Hallgrím í lappir sem skilur boltanum vel. Hallgrímur og Pétur Heiðar. Pétur Heiðar með boltan og Guðmann. Og Alexander í öftustu línu. Alexander á Hallgrím. Alexander finnur alltaf ákveðna góða sendingar þetta fram. Hallgrím með lausa sendingu og Júræ en vinnur boltan aftur sjálfur. Vel gert hjá honum. Og Hallgrímur og Alma fær hann, missar hann langt frá sér og hér fellur Alexander Freyr við. KM verða að hafa trú á verkefninu. Alexander Freyr fær þarna sparkið og Terrence býst við að taka spyrnuna.
Hann fær flauti frá Ívarið þannig. Og hér kemur spyrnan. Hún lág gegn vindi. Og Davíð vinnur skallan, þetta innkast sem Haukar eiga. Hafnarfjarðarliðið spila vel hér í dag. Já, það verður ekki sagt, þeir hafa spilað mjög skynsamlega líka. Spilað sína styrkleika. Já. Pétur með boltan á vallarlega mikið káamanna. Fyrir að finna Grímsa í lappir, vel gert. Og nú eru þeir í hlaupunum bæði Elvar og Almar og aðeins og first sending. Káamenn fann þeir að pirra sig svolítið. Sjáum Terrence lengi að grípa boltan. Hann að nýta reynsluna hérna. Pirra menn líka. Elvar kemur þá í pressun á Terrence sem leggur hann niður. Og þetta Alexander sem vinnur þennan. En nú það Barros, nú káum með fálið þeir eftir línu. Og Gunnar í Johns með hann gegn Guðmann. Guðmann fer bara beinustu leið í hann og vinnur boltan. Hrannar með hann upp í hægra megin, sendir hann beint í innkast sem Haukarnir eiga. Túfa snöggur að grípa boltan og konum við leik á Daniel sem tekur stutt innkast í öftustu línu. Og hér hann Alexander sem með missetna sendingu út til vinstri. En Hallgrímur duglegur að vinna tilbaka núna. En Birgir pressar hann vel. Vel gert hjá Grímsa. Já, vel gert hjá Grímsa þarna. Vinnur boltan og þetta Davíð Rúnar sem fær hann. Og finnur Hallgrím. Hallgrímur ekki kannski vanur að vera svona aftalega á vellinum. Nei, en við þurfum að passa sig líka að vera skynsamir káamenn og gera þetta ekki allt úr rætt, menn þurfa aðeins að vanda sig. Hér kemur Hrannar með sendingu inn í, en Terrence grípur þennan. Við skorum bara eitt mark í einu, eins og maður segir nú stundum. En svo sem ekkert sem að hefur bendið þess að káa sig að fara að skora mörg mörk í þessum leik, því miður. Nei, en hins vegar eins og maður segir, Túfa segir nú frægur fyrir að segja að maður fær alltaf einhver færi til að skora og þá er þess að koma hjá káamunum. Spurning hvort við nýtum það ekki bara þegar kemur. Þetta aukaspinna. Já. Gert að Grímsa. Nú þurfum við að stilla upp. Henda mönnunum fram, Pétur þetta tekur þetta stutt á Almar. Og Hallgrímur sem var allar staðinn upp með tæklinguna. Með boltan, vel gert. Almar. Orri í hlaupinu. Og nú var Pétur, hann getur skotið á markið. Sem gerir það! Rétt yfir markið. Ágætt skot hjá Pétri. Það verður að reyna þetta. Jú. Það verður að láta reyna á þetta. Það er bara svoleiðis. En Terrence býst við að sparka frá marki. Ekki reynt mikið á Terrence í dag. Nei. En allt sem hefur komið í teginn hefur hann verið með á hreinu. Hér það Júræði bara tunni Birgi. Júræði vinnur hann og Elvar síðan. Eða hvað? Það er hörku tæklingu hana. Grímsi gerir frábærlega að taka niður. Gæfi handlegg fyrir að geta þetta. Inn á Orra. Það fær tæklinguna! Nei, í boltan segir Ívar. Ég veit nú ekki alveg með það. Nei. Tók líka manninn allavega. Káa þennan. Káa fær boltan. Spurði hvort við hefum endursýningu á sig hérna, já. Hér kemur endursýningin. Hér kemur Grímsi, finnur Orri í lappir. En Jú, hann fyrir fyrst í boltan en tekur svo manninn. tekur vel á manninu líka. Já. En það hefði verið strangur dómaradæmi við þetta. Há rétt. Hér það Alexander með henni öftustu línu. Og hún kemur með frábæra sendingu, skiptingu yfir á Hrannar sem tekur vel við honum. Hrannar virðist að fengi högg á lærið þarna sem er ekki gott. Nei, finnur Pétur sem reynir að finna Orra en sendingin og löng. Högg á hné, vonum þetta sé í lagi með Hrannar. Elvar láta Terrence segir það. Já, hann tekur sér góðan tíma. Já, stillir hann aðeins betur upp. Saknaði þess að Merkmenn sparki í stöngina samt. Já. Það var losað hérna grasvindar skónum. Þessi nýju skól maður. Já, festist ekki í þeim. Alexander mætur á svæðið og vinnur hennar með bakkinu. Og Guðmann á undan Gunnari Johns, en þetta er beint á Haukamann. Varamaðurinn sem er nýkominn inn á Hákon. Með hann á miðunni var nógan tíma, finnur úti, reynir að finna úti vinstra megin Arnar, en það er Davíð Rúnar mættur og síðan Hallgrímur á Almar og síðan í hlaupið á Júræði, en frábær staðsetning á fyrirliða Haukamann og Alexander Freyr. Og hér kemur sendingin inn á Gunnar Johns og það er hann Guðmann í baráttunni, hann og þetta innkast eða káamenn, vel gert hjá frábærlega gert hjá Guðmann að vinna þetta innkast. Hann búinn að vera virkilega öflugur í dag fyrirliðinn er Alexander Freyr. Já, hann hefur sópað því í burtu sem sópað hefur þurft í burtu. Lúka kallar á varamann sem tekur sprettinn hérna. Skemmtilegu gulu og bláu hömrúlspinnar. Var lengi vel úlpur káamanna líka. Já. Alexander með dapra sendingu en Júræði gerir vel að bjarga þessu. Og Júræði. Finnur Pétur á miðunni. Pétur og Almar.
Almar yfir á Hrannar Björn. Hrannar gegn Gunnari Johns. Reynir að taka hann á, finnur síðan tilbaka á Almar. Almar aftur á Guðmann. Davíð Rúnar dreifur sig út, býst við að fá hann eða hvað. Birgir lesi þetta vel. Sjáum hvað Davíð Rúnar er framalega hérna. Frábærlega Hann heldur sig áfram frammi. Alexander að vinna þennan. Sjáu, Júræ er alveg vinstra meginn, opinn. Þeir reyndar að sækja upp hægra meginn. Almar reynir að sjá Júræ. Káa sækja mörgumennum núna. Gerir það. Og nú viljum við sjá Júræ taka Birgi á. Júræ gegn Birgi. Með 2 í sér reyndar Júræ. Kemur ekki á milli þeirra. Nú kemur krossinn. Elvar í dauðafæri! Þetta var fínt færi. Þurfti að teygja sig til að skalla á Terrence. Náði ekki nógu miklum krafti í skallan. Terrence greip hann. Terrence með langa spyrnum fram. Almar í baráttunni við Barros. Barros hefur betur. Kemur honum á varamanninn. Nú sækja þeir 3 og 3 hérna. Já. Og vantar að Hrannar skýri sér. Hrannar þreyttur orðinn. Hrannar út á miðjum velli en þá. Guðmann. Vel gert hjá Guðmann að ná honum úr vörninni. Spurning hvort að... Guðmann ætlar alltaf leysins mér. Já. Finnur Grímsa hérna. Og Grímsá Orra. Orri með Gunnlaug í bakkinu. Orri gerir vel! Gert hjá Orra en fín vörn. Frábærlega gert hjá Gunnlaugi. Já, það var ekkert á þetta. Nei. Og hendi á Barros eða hvað. Nei, segir dómarinn og farinn. Já, missir boltan út af. Já. Ekkert á Og þetta. hörku tækling í kjölfarið. Alexander tekur hann strax á Hallgrím. Hallgrímur fær pressuna, heldur honum inn á Alexander. Alexander í lappir á Ella eða hvað. Alexander Freyr hendur honum. Ennþá liggur Barros utan vallar. Röltir hérna inn og aftur. Já. Hann veit að hann fær engan tíma hér til að vinna. Og einn af þeim kostum líka, eða svona kostum, ef menn liggja utan vallar og þá er ekki leik. Þannig að þá þarf Ívar ekki að stoppa eða Káa að senda út af. Þá má bara sjúka þjálfari Hauka koma og gefa honum aðhlýninguna sem hann vill. Hér er Davíð. Með hann út til vinstra megin. Finnur Alexander í lappir, Alexander vantilega kemur hans fram á völli núna. Orri, í hlaupinu hérna, Orri reynir að finna Hrannar sem dettur. Elvar Árni gerir vel eða hvað. En þetta er beitt á Barros sem að þá eitt gegn Guðmanni. Guðmann setur bara keirir aðeins í hann bara. Já, Guðmann fær hér gult spjald. Er ekki sáttur, hann þarf aðeins að passa sig. Já. Skulum bara halda ró okkar og skynsemi. Rétt, Hjalti Þór. Guðmann ekki lengi að stoppa Barros þarna sem að náði boltanum. 84,5 mínútur á klukkunni. Og hér er síðasta skipting Haukamanna. Lúka lætur menn heyra það. Stýrir sínum mönnum með harðri hendi hér. Það er skipting út af leikmann nr. 12 Gunnar Johns. Já. Og ég er ekki ennþá búinn að sjá hver kemur inn á. Jú, leikmann nr. 7. Það er Haukur Ásberg Hilmarsson. Já. Við sjáum þetta allt á skjánum hérna líka. Já. Ágúst með allt á hreinu útsendingarstjóri. Barros í baráttunum við Trínsits. Barros heldur boltanum vel. Greiðilegu skrokkur en Trínsits er það líka og þetta yngast í Haukamenn. Daniel. Haukamenn að vinna tíma hérna. Dýrmætar sekundur. Hér er Almar. Þrátt fyrir að hafa verið undir núna í smá tíma er en þá ekkert sem að bendir eitthvað sérstaklega til þess að við séum fara að skora. Nei. En Hallgrímur í baráttunni en þetta gera Haukamenn vel. Og það er að Hrannar sem vinnur, reynir að vinna boltan, tekst ekki alveg. Nú þurfum við bara ekki vera að brjóta mikið á þeim, Inga sem Haukar eiga, Daniel ætlar aftur á vettvang að taka það. Túfa hvetur svona menn áfram hérna. Það eru rétt 5 mínútur eftir og uppbótartími sem verður nú vantilega nokkra mínútur, margar skiptingar og Ívar hefur stoppað tíma nokkur sinnum. Já. Orri duglegur að vinna tilbaka en þetta er framvöllin og Guðmann í baráttunni við Barros, nú er Guðmann og gulu spjaldi og þetta yngast eða Káamenn. Hrannar ætlar að taka það. Hrannar er ekki kominn svona aftalega á völlin lengi. Nei. En það ætlar hann sér að vinna hennar leik, allan að jafna hann. Almar á Alexander Trínsits. Davíð Rúnar segir Alexander að koma fram að með hann. Og Alexander á Almar. Almar á Hallgrím. Og Grímsi tekur skærin sín. Finnur Hrannar upp á kantinum. Hrannar í fyrirgjafastöðu, hér kemur hún er góð hendi eða hvað? Nei, ekkert dæmt hér. Alex Freyr bjarga þessu eins og oft áður. Réttur andlitið. Já. Boltinn er aftur á Terrence í markinu. Það Júra er kominn pressun á hann því að Terrence tekur hann ekki upp nema
Lífhæst ekki við. Nei. Hann er búinn að vinna ófáar sekundur hér í dag. Heyrum að stuðningsmenn Káa telja þegar Terrence er boltan, alltaf gaman að því. Þetta er beint út af og Káa með innkast. Davíð kastar boltanum á Alexander. Og Alexander yfir á Guðmann. Og Guðmann út á Hallgrím. Þetta er rólegt hjá Káa eins og er. Pétur á Hallgrím, vel gert. Hallgrímur á Elvar. Elvar með mann í bakinu, nær ekki að koma boltanum út á kantinn. Elvar fengi gríðarlega lítinn tíma á boltan í dag og líkt úr að móða. Og Alexander heldur áfram á 110% krafti svo hans er von að vísa. Já, þetta innkastið að Káa menn. Þetta er vel gert. Elvar fær hann í lappir en fær strax pressun í bakkið og 2 með 3. Sjá það 4 menn sem er umkring hann bara. Erfitt, þetta er erfitt. Ég er mann sem er nýkomin inn á en Pétur Heiðar stoppar þetta og við þetta innkast, já. Pétur Heiðar klókuleikmaður. Hann kom. Ekki dæmt. Ekki dæmt, nei, enda bara boltan að ræða. Alexander finnur Elvar í lappir og Elvar upp á Hrannar. Nú getur Hrannar gefið fyrir en engin Elvar í teiknum samt. Fyrirgjöf kemur út í teginn. Davíð Rúnar fyrir í þetta, nær hann ekki að vinna boltan. Grímsson er boltan. Haukamenn er að berjast fyrir lífi sínu hérna, gera gríðarlega vel. Henda sér fyrir allt. Kemur hann fyrir, tættuleg bolti! Hann lík markvæsla! Terrence ver aftur. Frábær markvæsla hjá Terrence. Og nú dettur Barros og það er dæmt. Og áhorfendur Káa eru ekki ánægð með hennan dóm en það virtist Barros renna. Þvílík markvæsla hjá Terrence. Sýnst það var Davíð Rúnar sem náði skallanum. Já, Hallgrímur út á Júræ. Og Júræ tjekkar inn, gefur hann fyrir. Þetta er mögnu markvæsla hjá Terrence og síðan nær hann aftur að kýla hann. Þetta var færi sem þú var búinn að tala fyrir leik sem við fengjum til að skora úr. Já, ætli það ekki bara. En það er spurning gott að koma með hana. 8:10 mínútur rúmar á klukkunni. Davíð Barðsson Arnar Algeirsson og vinnur það. Pétur Heiðar í seinni boltanum og Almar. Haukarnir ennþá ótrúlega ferskir. Já, Haukamenn fjölmennir hérna fram á við á lokamínútunum. Beint upp í hornarinn að vinna tíma. Birgir gerir vel með Pétur og Júra í sér. En þeir þurfa að vera kannski aðeins grimmari á hann. Hann gerir frábærlega, kemur boltanum í samherja en þetta er Alexander skallar í burtu. Og aftur Alexander skallar í burtu og nú Almar. Orri rennur. Rennur þarna nær ekki boltanum. Já, og þá spilaður út til vinstri. Þar vantar Káa menn í vörnina. Alexander með frábæra tækling á Barros. Já, frábæra tækling á Alexander. En Guðmann aftur að vandra að koma út til vörninni. Og nú er vantilega spjald. Rautt spjald, beint rautt spjald. Hræðileg tækling. Vorum að sé í lagi með Alexander. Haukamenn eru nú hissa samt sem að þetta er varamaðurinn. Er þetta ekki Guðmund sem var að koma inn á? Jú, þetta er varamaðurinn Haukur Ásberg Hilmarsson sem fær beint rautt spjald. Já, en nú verður Guðmann að passa sig misins. Guðmann verður að koma inn einhverja stimpingar við hann. Er einhver læti, Ívar er að greið úr þessu, Hrannar ítur húnum út af. Fáum endursýningu af þessu. Nei, við erum ekki með endursýningu af þessu. Þetta var ekki falleg tækling, sólin var þarna hátt á lofti og Ívar vissi sín í sök. Sem betur verið á sér, já, Ívar hikaði ekki við að ná í rauða spjaldið þarna. Nei, hann fór beint í rasvásan og þetta er hann Haukur Ásberg Hilmarsson. Haukar einu ferri upp á tímanum, 89 mínútur eða 90 mínútur á klukkunni, gott sem. Ég held við fáum einhverja 4 rúmar. Já, Barros er strax búinn að draga sig tilbaka hérna. Kallar eftir einbyttingu, Rækó spilar þessu strax út og sjáu þið það, nú fara allir Káamenn fram. Alexander út á kantinn á Júræ. Júra með boltan inn í teginn, þetta er hárbolti. Terrence upp í hann, missir á honum. En Haukarnir komið sér frá hann ekki langt því að Almar kemur hann aftur inn í hann. Finnur engan, Almar nær hann aftur og sendir á Hrannar á kantinn. Nú nánast bara bíða Guðmann og Davíð og fleiri inn í tegnum. Hrannar tekur Daniel á og kemur boltanum fyrir. Elvar skilur hann. Þetta vildu Káa fá víti en fá ekki. Og Terrence tekur sér tíma í að koma þessu. Ekkert dæmt. Einhverjir kölluðu eftir vítið þarna, leikmenn og stuðningsmenn. Já, hér kemur spyrnan frá Terrence. Og hann er núna 4 Haukamenn gegn 4 eða 5 Káamönnum í öftustu línu. Barros gerir gríðarlega vel, Barros tekur á Alexander. Og nú er fámennir í röðni, Káamenn. Einn gegn Rækó, Rækó ver frábærlega. Hann er boltanum aftur nær Rækó að koma boltanum út. Hvað er í gangi haldið? Markspyrna, hann var komin aftur fyrir. Já, frábærlega varið hjá Rækó. Endursýning. Káamenn fara eins og það beint að sækja. Sjáum þess að markvöldslega Rækó, hún er mögnuð, vel gert hjá Rækó.
Haukarnir strax búin að vinna boltan hins vegar núna og kom honum í, sjá hann komin aftur fyrir hana. 91,5 klukkunni, það ekki nema 2-3 mínútur eftir uppbótartímanum. Almar Ómarsson ber boltan upp, sendir langt fram, Pétur í baráttunni en Haukarnir hafa betur hérna og beint á Haukamann í seinni boltanum. Þetta var ekki gott. Barros, Arnar rangstæður, eða var flaggað það. Arnar skilur ekkert í þessu en og ekki Lúka og Þórhallur Dan heldur. Nei. Þórhallur Dan skemmtilegu karakter. Gamall í hettunni. Já, Alexander með sendingu út, þetta er ekkert sérstök sending. Þetta var ómarkvisst eins og, já, óskynsaleg tækling hérna. Óþarfi að snerta manninn, bauð upp á þetta brot. Frekar ómarkviss sóknarleikur, Káamanna síðustu mínútur. Já. Haukar spilaði þennan leik gríðarlega skynsamlega og vel, virkilega þéttir. Já. Það var lítið verið með boltan. Já, og hins vegar nálægt mönnum og leyfa mönnum bara ekkert að hafa boltan hana á síðasta þriðjunum. Hér kemur spyrnan fram og það er Arnar sem búinn að hlaupa mikið í dag. Nær að taka boltan niður, vel gert hjá honum. Barrosun í teig. Og þetta er aftur fyrir þeir vinna hér hornspyrnu. Ég geti trúið að þeir færi ekkert rosalega margir fram. 92 og 40 á klukkunni. Úff. Huginn búinn að jafna á móti Grindavík, fáum við að heyra 1-1, HK 2-1 yfir Leikni, þar eru 10 mínútur eftir væntanlega. Fjarðabyggð 2-1 yfir Leikni, Fásk. Hér kemur hornspyrnan, hún er væntanlega stutt, jú, þetta er allt eftir kúnstarnarreglum hérna hjá mönnum sem ætla að vinna tíma, við þekkjum þetta. Þóttist ætla að senda inn í, en það var náttúrulega enginn inn í. Barros gerir gríðarlega vel, en Guðmann kemur þessu frá beint upp völlinn, þar er Hrannar fremsti maður. Hrannar greinilega eftir sig eftir þetta högg sem hann fekk á hnéð áðan. Ég syns Hallgrímur fer hann að kofera fyrir hann í bakverðinum. Það tekur ekki lengi eftir þessu líkir. Haukar kalla eftir því að flauta þetta af. Hér kemur spyrnan fram, Orri reynir að vinna hann, Terrence tekur hann upp, eða hvað? Nei. Nú væntanlega setur Ívar setur flautin í munninn núna eða hvað? 93,5 á klukkunni. Jú, nei, slök spyrnan frá Terrence beint út af. Lúka er ekkert að taka boltan. Davíð, Lúka biður að flauta þetta af. Lúka á greinilega til að hlaupa inn á sennilega þegar Davíð inn í teig. Pétur skallar hann áfram og Terrence hér í þennan. Terrence nær þessu, þetta var síðasta tækifærið og Haukar fara hér með sigur af hólmi. Káamenn fá 0 stig gegn Haukum í sumar, þriðja neðsta liðinu og vonbrigði leikmanna Káa leyna sér ekki en Haukar hins vegar fagna vel og innilega. Þeirra leikplan í dag gekk fullkomlega uppfjalli. Já, heldur betur, það er ekki hægt að segja annað, þeir voru rosalega þéttir tilbaka, gáfu mönnum engan tíma á boltan, voru nálægt mönnum, settu pressa á réttum stöðum, leyfðu Elvari ekki að snúa eða gera neitt með boltan. Ég hefði hins vegar viljað sjá kannski aðeins meira einstaklingsframtak frá fleiri mönnum hana fram á við, sjá Hallgrím aðeins meira sækja 1-1, en það gekk ekki í dag. Sjá hér stöðun í deildinni, þetta er fyrsti punktur sem Káa tapar hana langa tíma með 29 stig en það er eftir sæti. Grindavík er að gera jafntefli við Hauka, þeir eru öðru sæti með 25. Leiknir að tapa á móti HK með 22 stig. Keflavík með 21 stig og eiga ekki leik í dag. Eiga leik inni og Þór síðan með 19 stig búinn að tapa mörguleikjum með Þórsararnir. En hvað sem því líður, loka tölur á Akureyrarvelli í kvöld 1-0 fyrir Haukum. Fyrsti tapleikur Káa heimavelli í staðreynd og 1-2 tapleiki Káa í sumar í deildinni hafa komið gegn Haukum. Heldur betur, og það er frekar óvænt verður við að segja. Já, engin spurning. Vonum að Káamenn rífi sig upp úr þessu. Næsti leikur Káa er fyrir austan gegn Huginn 5. ágúst eftir Vesturlandshelgi. Við hjá Káa TV, Hjalti Hreinsson, Sigurlaug Sigurðsson, Ágúst Stefánsson og myndatökumaðurinn okkar Baldur Halldórsson þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld. Góðar stundir.